Alls konar efni í þættinum í kvöld. Það hérna í lokinu ætla ég að tala við Maríönnu Friðjónsdóttur. Hún ásamt fleirum stendur fyrir undirskriftasöfnun þar sem að fólk að hvetja til þess að Erla Bolladóttir mál hennar verði tekið upp og hún verði sýknuð eins og aðrir sakborningar í Geirfinnsmálinu. Við förum til Noregs, þar sem við ræðum við Eyjólf Ármannsson sem að þar staddur. Þar geisar orkukreppa í suðurhluta landsins, ekki í norðurhlutanum, eins og annars staðar í Evrópu. Og við ætlum að ræða orkukreppuna. Eyjólfi finnst, ég segi ekki gaman að tala það, en hann einn af þeim sem að störtuðu Orkan okkar og vöruðu við 3. orkupakkanum. Þannig að hann mun örugglega reyna að segja I told you so í þessu viðtali. Píratar eru 10 ára, þeir voru með aðalfund núna helgina og fögnuðu því að þeir var orðnir 10 ára, sem ágætisaldur fyrir stjórnmálaflokk. Þau koma hingað Björn Leví Gunnarsson og Halldóra Mogensen og ég ætla að spyrja þau hvaðan Píratarnir komu og hvernig þeim líður og hvert þeir ætla að fara, hvers svona flokkur þetta og heyra aðeins svona tala pólitík við Pírata. Það víða spennandi pólitík, það í Brasilíu, þar eru kosningar framundan, þar sem keppa Lula og Bolsonaro, róttækur verkalýðssinni og harðsvíraður hægri maður, ótrúlega skýra línur í brasilísku stjórnmálum. Luciano Dutra, hann frá Brasilíu og búið hérna á Íslandi lengi, hann ætlar að spjalla við mig brasilísk stjórnmál. Og svo kemur hérna, þeir eru búin að fara yfir fréttir dagsins að þá kemur Breki Karlsson sem formaður Neytendasamtakanna og ég ætla að spyrja hann okur bankana. Það hérna, gjaldskrár bankana eru eiginlega ævintýraleg lesning upp á marga blaðsíður þar sem að kunnarnir eru rukkaðir eiginlega fyrir hvað sem það má ekki eiginlega labba fram á banka á þess að bankarnir rukki mann. Ég ætla að spyrja hvort þetta sé við hæfi og hvort þetta sé svona bara svipaður í öðrum löndum kannski. En við byrjum eins og annarlega á fréttum dagsins og það Karl Héðinn. Já, sæl. Þannig að þessi orkukreppa sem að geisar í Evrópu núna og ég ætla að segja ykkur frá því sem búið að gerast í Bretlandi en Liz Truss forsætisráðherrann búin að tilkynna frá og með október muni ríkisstjórnin tryggja verðþak á orkukostnað sem nemur 2500 sterlingspunda hámark fyrir hvert heimili. Margir að gagnrýna þessar aðgerðir samt að þeir gangi nóg langt og svo ekki að passa upp á viðkvæmustu hópana og til að segja frá til dæmis að það eru slökkviliðsmenn í nokkru harðri kjarabaráttu núna því að þeir eru að vinna mikla yfirvinnu en virðast samt ekki ná endum saman þó þeir sé að taka aukavættir og þannig að margir að þeim eru að vinna sem dýraverur. Já, konu með aukavinnu þó þeir séum þetta að taka aukavaktir. Og sérstaklega kannski núna í ljósi allra gróðureldana sem eru búin að vera að geisa, það ætti að vera verðlauna þessu fólki vel. Það fréttum þetta á samstöðin.is. Við erum búin að setja þar upp svona fréttasíðu. Hvert fólk til þess að kíkja á það? Þar getið þið lesið nánar þetta og það einmitt starfsfólk lestarstöða líka í verkfallsaðgerðum og líka starfsfólk við hafnir í Liverpool og í Felixstown. Þetta eiginlega undarlegt að það sé orkukreppa í Bretlandi. Þannig að þess að Bretar eru svo til óháðir orku frá Rússlandi. Þeir eru náttúrulega eiga sínar eigin olíulindir í Norðursjónum. Þeir eru með mikla vindmyllugarða og hafi úti og eru eiginlega líklega með þeim Evrópuþjóðum sem kannski fyrir utan Norðmenn og Íslendinga sem eitthvað óháðastir rússnesk orku og þá spurningin af hverju orkuverð í Bretlandi að þjóta upp. Og má ég reyna að skýra það út fyrir þér, sem mjög erfitt að skýra út orkustefnu Evrópusambandsins, en hún eiginlega upprunalega frá Bretlandi, af því að þetta eiginlega orkustefna Margaret Thatcher. Og það ef fólk nennir að leita á YouTube, þá getur þau fundið ágætis útlýstanir Jannis Varoufakis, vina þín sem að þú tókst viðtal við í rauðum raunveruleika daginn. Og ég fann íslenska orkukerfið sem mynd af því, þannig að ég held að sjá getið leið til þess að útskýra það. Ég veit ekki hvort að þið sjáu þetta, en svona raforkukerfið eftir að það búið aðlaga það kröfum Evrópusambandsins, þá þurfti að brjóta það upp, vegna þess að þetta ekki markaður, þetta bara það framleiðir ykkur orku og það ykkur snúrur sem rafmagni fyrir eftir inn í okkur spennustöð og það fer það hríslast það út til fyrirtækja og fjölskyldna.
og það bara einn kapall sem liggur heim til þín og það erfitt að hafa eitthvað markað eða samkeppni það sem bara einn kapall sem fer inn. Það sem því að Margaret Thatcher vildi einkavæða allt saman og búa til markað, hún var mikill markaðsinni eins og frægt að þá klauf hún þetta niður og það sem svona blátt þarna til lengst vinnslan sem væri hérna á Íslandi, það hérna náttúrulega Landsvirkjun, Orka náttúruna sem einu sem hérna bara Hitaveita Reykjavíkur og Rafmagnsveita Reykjavíkur, HS Orka sem búið að einkavæða og eitthvað fleira sem framleiða orku. Og þau selja, og svona fyrirtækir út alla Evrópu, og þau selja inn á netið. Það gert í Evrópu með svona uppboði og það uppboð fyrir fram í Hollandi og þá það þannig að HS Orka býðst til að selja 100 kall og Landsvirkjun og 80 kall og svo kemur Orkubú Vestfjarða sem háð orkunni frá Rússlandi og segist að selja á 250 og það eru síðustu kílóvattströndin sem fara inn á kerfið og þá fær Landsvirkjun og Orkuveitan og HS Orka sama verð og Orkubú Vestfjarða. Þannig að sá sem kemur síðastur inn á hæsta verðinu, það verðið sem allir fá. Og síðan búin til svona einhver gerfi markaður með því að selja þetta síðan út til heimilanna og það það sem við sjáum í sjónvarpinu, alltaf verið að auglýsa, við höfum að kaupa orkun allt inn á N1 og allt inn Páll Óskar byrjar að dansa eitthvað eins og hann sé að búa til einhver orku, en það raunverulega svona fyrirtæki sem sem að kaupa í heildsölu orku af netinu og selja svo til neytenda. Og þegar orkukreppan kom og allt í nú hækkar verðið sem fer inn á kerfið, þó svo að framleiðslukostnaðurinn ekkert hækkað, eins og á við í Noregi og á við í Bretlandi, að þá lenda þessi fyrirtæki sem að selja til neytenda allt í nú stórkostlega vandaða, því að þau seldu þér með þetta gjaldskrá eitthvað næstu 3 mánuðina og þau við það að fara á hausinn. Og það aðgerðirnar sem að verið að gera í Þýskalandi og í Svíþjóð sem við verið að segja frá, að þá verið að bjarga þessum fyrirtækjum frá því að fara á hausinn, þannig að þau fá allt í orkun á miklu dýrara verði heldur verið að selja hana. Þannig en ef þú skoðar myndina, þá þetta nákvæmlega svona út í Evrópu, þetta sömu vörumerki sem þarna. Þannig að þegar að þýska ríkisstjórnin að bjarga Þýskalandi út af orkukreppunni, að þá þeir að borga orkunáttúrunnar sem smásöluaðila vegna þess að orka náttúrunnar sem frumseljandi eða framleiðandi vörunar var að hækka og þannig að það bara verið að borga fyrirtækjunum til þess að borga sjálfum sér. Síðan situr almenningur situr eftir með það sama, orkuverðið á þeim hækkar í Suður Noregi bara getur að verið 5-falt, 6-falt og 7-falt og þú þekkir bara dæmi bara brjálæðislega hækkun út allt. Þannig að það sem að ríkisstjórnin að gera núna með peningunum til þess að stoppa þetta. Það sem að Varoufakis-vinurinn hann vildi setja bara þak á það að ef það kostar svona mikið að framleiða vindorku þá færðu það og 5% álag sem þú getur þá nota sem hagnað eða eitthvað svoleiðis. Ef þú kostar svona mikið að framleiða með vatnsorku og öðru slíku, þá færðu það pluss 5% og það þýðir það að raunverulega þessi stjórnlausa verðhækkun sem í þessum uppboðsmarkaði þurrkuð út úr kerfinu. Núna þetta var hafnað, hann lagði þetta fram á gríska þinginu, þessu var hafnað og þessi staði farin þessi leið að verða að borga fyrirtækjunum til þess að þau geti keypt sjálfum sér á svívirðilegu verði og almenningur setur bara eftir. Þetta held ég að þetta verður náttúrulega reyna að rísa málum vetrarins út alla Evrópu og við munum reyna að fjalla þetta í við Rauðaborðið og við ætlum að byrja bara í smáum skammti. Núna seinna í þættinum þá tölum við Eyjólf Ármannsson sem staddur í Noregi. Að heyra aðeins frá Noregi og hvernig staðan þar. Já, það brjálaði sig verið að fylgja markaðsverði þó að framleiðslukostnaðurinn sé ekkert búin að hækka. Algjöru tilgangsleysi vegna þess að það ekki markaður, getur aldrei orðið markaður, þetta var einhver sýndamarkaður, einhver delluhugmynd frá Margaret Thatcher sem Evrópusambandið búin að keyra í gegnum alla Evrópu og við erum að taka þetta upp í þessum pökkum frá Evrópusambandinu. Og það alltaf bara eins núra sem að flytja rafmagnið þetta inn. Það getur alltaf verið ykkur mikil keppni. Og Varoufakis, svo ég nefndi það náttúr, hann sagði að það hefur sýnt því eftir að þetta tekið upp að þá hefur orkuverð þrefaldast í Evrópu.
með því að markaðsvæða þetta. Það ekki þannig að þú fáir lægra verð. Það byrjaði þannig að það var sagt, þú veist, hérna verðið sem þú borgar hjá opinberu fyrirtækjunum og þú getur bara að fengja lækkun. Svo var það afnumið og þá bara byrjaði þetta að hækka langt umfram það sem áður var. Mér lakar til að heyra hvað Magnús hefur að segja. En í öðrum fréttum að þá líka aðeins búið að fjalla á Viðskiptablaðinu eitt stærsta hluthafa Icelandair núna, sem amerískt fyrirtæki sem heitir Bain Capital Credit og það var náttúrulega í byrjun heimsfaraldursins að mörg flugfyrirtæki áttu mjög erfitt með að halda rekstri og gerast á mörgum stöðum eins og í Þýskalandi að ríkið steig inn og kannski keypti annarkvort hlut í fyrirtækinu eða eins og stóð til hér heima þá átti að ríkið tryggja ákveðin svona stór lán til Icelandair. Það var ekki af því á Íslandi af því að þessi Bain Capital Credit lánasjóður keypti einhvern 17% hlut í Icelandair en svo kemur í ljós og að koma í ljós núna að þó þetta sé amerískt fyrirtæki sem á þennan hlut að þá þeir skráðir þá þessi hlutur skráður á írskt félag sem í Írlandi og búið til virðist vera sérstaklega fyrir þetta og kemst þannig framjá að borga skatta og hann Gylfi Magnússon sem formaður bankaráðs Seðlabankans og prófessor við Háskóla Íslands bendir á að þetta sýnir hvað mikilvægt að við förum að loka fyrir þessar glufur almennt sem í skattakerfinu fyrir skattaskúfum þegar við erum að verða af mjög miklum peningum. Já, það ætti engum að koma þetta óvart. Bain Capital frægt í Bandaríkjunum fyrir að vera, þetta bara fyrstu svona hrægammasjóðunum. Mitt Romney, hann varð ríkur á því að taka þátt í uppbygginguna þessu félagi og það, ég veit ekki hvort munir þær kosningabaráttu, þetta fylgdi honum alltaf að hann var alltaf þannig að hann hefði búið til störf og þá bara reis alltaf fólk í salnum upp og sagði þú bjóst ekki til einn störf, þú bara eittir störfum. Lét ekki bjóða sér þetta. Nei, því að þetta félag sem bara fer og ryksugar upp fyrirtæki, skrælir þau innan og heldur svo bara áfram. Þetta svona engilsbrettu. Já, þetta alveg nokkur hrikalegt að því að við skoðum það sem gerast í Þýskalandi að þá keypti Þýskaland bara svona hluti í Lufthafen fyrirtækinu og keypti fyrir alveg hellingapening og núna í þann mund að selja hluta og eru búin að vera að græða alveg helling það séð fram á 106 milljarða króna hagnað fyrir Þýska ríkið sjálft bara fyrir að hafa gripið þarna inn þannig að þó þetta sé svona neyðaraðgerð þá þið samt að koma á endanum út í plús á meðan við erum með stór hluti af Icelandair í Írlandi þar sem það borgar engan skatt af því sem nokkuð ríkalegt. Ef ég má auglýsa rauðaborðið þá kemur hérna morgun hann Haukur Viðar Alfreðsson sem að skrifa doktorsritgerð í skattahagfræði og við ætlum einmitt að ræða fyrirtækjaskatta og þú veist, þetta með hvernig að flýja og hvort það sé raunverulega einhver ógn af þessari hótun sem alltaf, ef þú hækkar skatta á fyrirtæki þá förum við bara. Við ætlum að ræða það á morgun. Spennandi, hlakka til að heyra. Þetta eitthvað sem þarf mikið að ræða. Í öðrum fréttum á Jón Gunnarsson í dag og Alþingi að hann segir að við séum að sigla inn í tíma sem við mögulega ráðum ekki við. Hvað var þar innflytjendur og flóttafólk? Hann var að vara við því, hann og Sigmund Davíð voru að tala saman og hann var að vara við því að við þurfum að spyrja okkur hvers vegna fólk að koma hingað í svona miklu mæli umfram önnur lönd sem við berum okkur saman við sem að ég var ekki alveg að taka marka á því að það ekki bara beinlínis rangt að við séum að taka við fleirum en önnur lönd. Það komið fólk frá Rauða krossinum og víðar í síðustu viku og við myndum að ræða því að hann að gefa svolítið í að ná í gegn þessum útlendingalögum og hann ætla sér það og hefur bandamann í Sigmundi Davíð. Það náttúrulega stór hluti af fjölgun flotta fólks frá Úkraínu og þeir held ég vitið það báðir en síðan það sem sérstætt á Íslandi að það svo mikil fjölgun af flotta fólki frá Venezuela sem bara stefna þessar ríkisstjórnar að það allir sem koma frá Úkraínu fá bara sjálfkrafa hæli og það sama gildir frá Venezuela sem eitthvað sem þessi ríkisstjórn hefur ákveðið að gera sem ekkert annað Evrópuland, við höfum fjallað þetta áður, að það er eitthvað 750 manns frá Venezuela og Íslandi en ef það væri sama hlutfall og til þessi Svíþjóð það væri 34, þannig að það eitthvað og þannig að þetta eru langstæstu hlutirnir en það sem að Jón virðist alltaf að gera, hann ætlar að nota þetta álag sem að flóttafólki frá Úkraínu veldur á kerfið og það er gríðarlegt álag, húsnæðiskerfi var í rúst áður en að flóttafólkið byrjaði að koma, heilbrigðiskerfi var á fótum fram, leikskólakerfið rétt högtir
og svo framvegis og það hérna kemur mikið af flóttafólkingaðinn. Hann ætlar að nota þetta krísu ástand til þess að herða útlendingalögin, til þess að það komi enginn til Íslands, ég segi það ekki, en þú veist, bara verða saman með Svíþjóð og Þýskaland stoppa það að það komi hingað fólk annars staðar að en frá Úkraínu og Venesúela. Svo virðist vera því að við erum einmitt í öllum samanburði við Svíþjóð og Danmörk og Þýskaland og meðan við fólk frá Miðausturlöndunum þá erum við að taka miklu færri sko. En hann segir sagði í þinginu að það mætti búast að veri 4.500 mann sem kæmu á þessu ári og það náttúrulega þú veist, við vitum það, húsnæðismarkaðurinn hérna í rúst, heilbrigðiskerfið, þú veist, við tala hérna við fólk sem vinnur innan heilbrigðiskerfiðsins og það bara hangir upp á línni, leikskólakerfið, hérna, dugar ekki, skólakerfið, það eru allir grunninnviðir á Íslandi eru við þolmörk og það náttúrulega segir sig sjálft að það kemur 4.000 manns til viðbótar að þá hriktir hér í öllu. Þetta við vorum að tala orkukreppan væri eitt af stórumálunum, ég spá að þetta væri eitt af stórumálunum í Íslandi. Aldrei betur og áfram næstu ár held ég. Þá ein svona önnur frétt sem kannski gleðifréttir, ég veit ekki hvernig fólk túlka að Ísland var að færast upp gæðaflokk hjá vísitölufyrirtækinu FTSE Russell og komið í flokk nýmarkaðsríkja, svona secondary emerging economies. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra, Lilja Alfreðsdóttir menningar- og viðskiptaráðherra og við kannski fáum við myndaðina. Þetta svolítið fyndin. Er Guðrún Hafsteinsdóttir formaður efnahags- og viðskiptanefndar og þau hringdu inn fyrstu viðskiptum dagsins ásamt Magnúsi Harðarsyni, forstjóra Nasdaq Iceland, í sérstaka athöfn í morgun. Alltaf þegar það kemur svona, þá fyrir ég alltaf að athuga sko, hvaða lönd eru, í hvaða flokk eru að fara. Og þetta hérna, það Chile, Kína, Kólumbía, Egyptaland, Indland, Indonesia, Kuwait, Pakistan, Filippseyjar, Katar, Rúmenía, Sádi-Arabía og Sameinuðu arabísku furstadæmin. Við erum að komast þangað upp. Við vorum í flokki með Bangladesh og Botswana og Búlgaríu og Fílabeinsströndinni. Þannig að sakka þessu voru við þriðja heimsríki og erum að verða svona annars heimsríki. Það þýðir að vera nýmarkaðsríki. Það þýðir að þau sem eru í fyrsta flokki í þessu, sem við kannski komumst einhvern tímann upp í, það Brasilía, Tékkland, Grikkland, Ungverjaland, Malasía, Mexíkó, Suður-Afríka, Tævan, Tæland og Tyrkland. Okkar svona nágrannlönd eru í því sem kallað þróuð lönd, þróuð hagkerfi. En við erum í fordýrinu að fordýrinu. Við erum að komast inn allavega. Ekki fleiri fréttir. Í fréttum var þetta elst. En ég ætla að skjóta inn hérna. Ég ætla að koma hérna með skattafréttir. Ef við getum fengið þær. Það djúpt að þeim. Djúpt að þeim að liggja hana grafnar. Jæja. Þannig komaður og fóru. Heyrðu, það sem að ég var á Sprengisandi að tala við Óla Björn og þá hérna verið að tala sko að skattbyrði á lægri tekjur var miklu lægri í upphafi nýfrjálshyggjunnar og ég tók dæmi af 91 og þá kemur hérna gamall frasi sem að hægri menn segja oft sko að ástæðan fyrir því að hérna skattbyrði hefur aukist að tekjur fólks á vaxið. Þannig ég bjóð til hérna 2 gröf, annars vegar eitt sem að sýnir, þetta bara munurinn á skattkerfinu 91 og skattkerfinu 2022 og þannig að rauðalínan eru skattarnir eins og það núna og þannig að þú sérð að skattbyrðin aukist þannig neðst. Já, einmitt. Og þetta væri bara ef að hérna, fólk sem var á lægstu launum 91 væri bara með sömu krónutöluna sko verðtryggða. Stjórna fyrir því. En það er náttúrulega laun hafa hækkað og ef við tökum hækkunina bara á lægstu laununum á dagsbrúnar 91 og svo lágmarkslaunum í dag þá sjáum við nummer 2 og þá sérðu sko hvernig skattbyrðin hefur vaxið. Það er tekjur fólks hefur aukist og vegna þess að skattkerfi eldir það ekki. Það persónuafslátturinn hækkar ekki í takt við launavísitölu og ekki einu sinni verðlag, að þá veldur á því að fólki sem er í dag með undir svona, hvað við segja, 850.000 er að fá aukna skattbyrði, en fyrst og fremst fólk sem er með svona frá 200.000 og svona rétt yfir 500.000. Þetta er svona kannski lægsti þriðjungurinn.
hann, nýfrjálshyggju árin hafa leitt til þess að hann að borga miklu meiri í skatta heldur en gerði áður. Það þetta búið að aukast mest, hlutfallslega. Óli Björn, hann var að viðurkenna þetta. Hann viðurkenndi þetta. Og það svona, ég veit ekki hvort það sé áfangi í... Það má segja það. Það allavega þannig. Maður vonar bara að koma eitthvað gott út úr því, það var að breytast bara. Herðu, nú tökum við örstutt hlé og svo tölum við bankaokur. Já, Gylfi Sóeka hefur komið hingað, hagfræðiprófessor, og við tölum svona efnahagsmál. Það kemur síðan alltaf fram í samtalinu hann svona hneykslaður á okri íslensku bankana. Ekki bara vaxtaokri, eitthvað svoleiðis, hann nú fylgjandi því að hækka vexti sem mest, en til dæmis okri kringum kreditkort og eitthvað fleira, og svo bara gjaldskrá bankana, sem alveg ógnarlöng, og ég bað hann Breka Karlsson, formann Neytendasamtakanna, til þess að lesa gjaldskrá bankana fyrir mig og segja mér hvað þarna verið að reyna að klípa af okkur einhverja krónur, bara í fáránlegustu tilfellum, bara ef við hringjum í bankana þá töpum við peningum. Já, í fyrsta lagi þá voru gjaldskrár bankana svo langur lestur að maður vildi helst bara bíða eftir bíómyndinni, en og óskiljanlegur Þess vegna bæði þið bara að lesa í alvöru, ég bara gastu. Já, og hann mjög illa samanburðarhæfur, gjaldskrárnar erfitt að bera saman því að sömu hlutir heita mismunandi eftir því hvað bankað ert, og þannig að þetta svona algjör frumskór, og enda skipaði ráðherra neytendamála nefnd til þess að fjalla þetta, og Svo að lesa gjaldskránar. Já, Neytendasamtökin tilnefndu mig til þess að vera þeirri nefnd. Sú nefnd við því miður ekki komið saman ennþá, en ég aðeins byrjaður. Og aðeins að byrjaður að klóra bara rétt í efsta lagið og skoðaði bara kortin. Við vitum all þessi gjöld sem eru í kringum lántökur, í kringum yfirdrátt og breyta yfirdrætti, og síðan þú hringir óvart í bankaninn, þá allt í einu komið 250 kall og svo framvegis og framvegis. Þú tekur út úr hraðbanka, þá borgaru, og ef þú leggur inn, þá borgaru, ég letti því daginn, ef þú leggur inn, þá borgaru. Og ef bankinn telur peninga fyrir því og svo framvegis og framvegis. En ég aðeins bara svolítið rýndi inn í, að því að við notum flest kort, bæði kreditkort og debitkort, og kortavelta 2021 Íslendinga var 919 milljarðar króna. Rúmlega helmingur var kreditkort og tæplega helmingur debitkort. 158 milljarðar af þessu voru úttektir erlendis, og það langstærsti kostnaðurinn, og hann kannski sá sem faldastur fyrir okkur, því að við höldum alltaf að bankin gefur út ákveði gengi á evrunni eða dollaranum eða pundinu eða því öllu saman, en það allt annað gengi sem við borgum þegar við erum að nota kreditkort eða debitkort í útlöndum, og munurinn þar á getur verið alltaf 5%, og þar liggur stóri miðlunurinn. Og auki þá takaði líka svo kallað interchange gjald, það að segja gjald frá söluaðila, og af debitkorti þá þetta tæpur milljarður króna, og sama rétt rúmlega 900 milljónir króna segi, og af kreditkortum, þannig að þarna erum við með tæpa 2 milljarðar króna sem taka af veltu okkar. Bara erlendu veltunni? Nei, bara allir veltunni okkar. En ef við horfum á þetta svona bara út frá
bara venjulegu fólki, því að ég skil varla, veit ekki eins og hvað mörg 0 í milljarði, sko, en út frá fjölskyldum og þá getum við svona farið yfir það að venjulegt árgjald debitkorts er frá 500 krónum upp í 790 krónur. Færslugjöld eru 18 til 20 krónur og inn í þeir eru sko fríar 0 til 150 færslur á ári. Árgjald kreditkorts er 1900 til 3400 krónur og síðan þurfum við að borga tilkynningagjald fyrir að fá tilkynning í bankana við skuldum í hverju mánuði. Það er ekki lengur seðilgjald af því það er ekki seðlar prentaðir. Þá rukkaði mann tilkynningagjald. Já, tilkynningagjald. Þannig að sko ef við tökum þetta saman bara mjög einfalt á ári þá eru færslugjöld meðal fjölskyldunar það bil 5.000 krónur. Árgjöld af því að fjölskylda er yfirleitt með debitkort og kreditkort eru 3.000 og það leggst þetta 1400 króna tilkynningagjald en gengisálagið, þar að segja þessi munur á genginu sem þeir auglýsa og genginu sem þeir rukka okkur er 30.000 og þar liggur stærsti munur, alls er þetta 39.400 krónur samtals en síðan er stóri faktorinn og það er að við leggjum inn peninga inn á þessi veltukort og fáum 0 til 0,65% vexti en þeir leggja þetta inn í Seðlabankann og fá 5,5% vexti og út úr því fá þeir frá okkur í rauninu erum við að gefa bönkunum 43.000 krónur í vaxtamun. Alls eru þetta í kostnað. Þetta talar þá upphæðina sem við eigum inn á reikningum okkar sem verður þá debitkortin? Já, þeir leggja það bara inn í Seðlabankann á 5,5% vöxtum en láta okkur 0,65%, rétt rúmlega 10% af því sem þeir fá. Veistu hvað það er á upphæð í? Fyrir hverja fjölskylda meðaltali, með meðalstöðu í lok mánaðar, þá það 43.000 krónur á ári af hverju fjölskylda. Þannig að sko, það má reikna út að bara vegna kortanotkunar okkar er bankarnir að fá 82.400 krónur frá hverju fjölskyldu. Og þetta eru 13 milljarðar króna á ári sem eru að hafa af fjölskyldum og þar fyrir ofan á þetta bætast þessi interchange gjöld, það er gjöldin sem þeir rukka svo verslanirnar fyrir sem eru 0,2 til 0,3% sem náttúrulega inn í verðinu sem við borgum náttúrulega fyrir vöruna. Gylfi tekur dæmi af Danmörku og talar dankort sem hafi verið búið til þess að losna við þetta að sé þetta vera að hafa svona fíða fólki. Getur þú borið þetta saman við önnur lönd? Já, náttúrulega í Danmörku, þetta dankort náttúrulega ekki með neinn færslugjöld eða náttúrulega kostnaðar að því, bara það hið opinbera tekur það og það náttúrulega miklu mun lægra heldur en þetta og þarf ekki að borga hagnað af því út úr kerfinu. En það náttúrulega kostnaði við þetta allt saman. En það verður eitt af því sem ég mun kalla eftir í starfi þessara nefndar sem vonandi tekur til starfa sem fyrst að bera þetta saman við Norðurlöndin. Þannig að þú veist ekki alveg hvernig það er. Við vitum eins og að það er miklu lægra í Danmörku og okkur grunar að það sé lægra annars þar. Já, nákvæmlega. Já. En hver gæti búið til svona fyrirbrigði eins og dankort, veist þú það? Gylfi talar svolítið eins og bara Seðlabanki gert það? Já, Seðlabanki gæti náttúrulega alveg gert það og við getum bara raunin eins og í Danmörku, það bara hljótast til það og Seðlabanki geti reiknist á bankana eða einhvert slíkt apparat gæti gert það. Og sparað fjölskyldunum í landinu, kannski ekki alla 13 milljarðana, en bara svo gott sem. Já, og hvern munar ekki 82.000 krónur og 400 betur hverju ári. Hvernig gengur ykkur að eiga við bankana, neytendasamtökunum? Já, við eigum náttúrulega í dómsmálum við á núna, við vaxtamáli svokallað, við teljum að vextir með breytilegum, lán með breytilegum vöxtum séu ólögleg og höfum fyrir okkur dóm Hæstaréttar hér á Íslandi frá 2017 og síðan dóma Evrópu dómstólsins frá því 2019 í málum gegn spænskum sparisjóðum. Og við teljum að bankarnir hafi bara rauninni frá því að þeir byrjuðu að veita lán með breytilegum vöxtum farið á svig við lög
En lögin segja til það að ef vextir eigi að vera breytilegir, þá þurfa breytingarnar eða vaxta ákvarðanir vera byggðar á skýrum og skiljanlegum gögnum en ekki bara hentuleika eins og virðist vera í vaxta ákvarðanum bankana. Við sáum það til dæmis að þegar Seðlabankinn byrjaði að lækka vextina fyrir 2-3 árum síðan, þá tóka bankana marga mánuði og þurfti að hrópa köll úr svörtulöftum til þess að bankarnir fóru að lækka vextina sína. En núna þegar Seðlabankinn í hækkunarferli, þá tekur það innan við viku áður en þeir eru kominir út í verðlagið eða út í vextina. Og þetta og enn þann dag í dag þá geta þeir ekki eins og fært rök fyrir því hvernig þeir ákvarða vexti í hverju mánuði, heldur við vísa bara í mjög grugguga skilmála sína, það sem sko langar runur oft vextir taka meðal annars tillit til og svo kemur einhver löng runa sem endar næstu því á sko í hvernig skapi ég þann daginn. Þeir hafa, hvernig svo sem málin eru þá ráðu við þessu, geti þetta endað. Nákvæmlega. En varðandi svona stöðuna, nú eru almenningur í viðskiptum við bankana og getur faktist farið bara með viðskipti sem annað, en það bara nákvæmlega sama systemi sem þar. Stundum erfitt að flytja því að þú skuldar í bankanum og við nefndum áðan sko kostnaði bara við það að breyta yfirdrætt og öðru slíku, það bara kostnaðsamt að skipta. Bankarnir eru ógnar sterkir, fyrirtæki sem að skila sko stjarnfræðilegum hagnaði og eru með hellinga fólki til þess að semja allar þessar gjaldskrár og allar þessar skilmála. Neytendasamtökin eru bara 4-5 manneskjur. Ja, við erum nú alveg 6. En valdahlutföllin eru fáránleg. Já, þau eru það og við erum náttúrulega þannig lagað, við erum við erum að berjast við Gólíat í þessu sko. En við náttúrulega bara reynum okkur best og við bendum á það þegar að okkur þykja vera einhver rangindi og erum það allan það sterk að við getum þó allan að farið í mál og það eru 1500 manns rúmlega sem að taka höndum saman og gera þetta með okkur og hafa farið inn á vaxtamálið.is og skráð sig þar og taka þátt í þessu og þetta varðar sko Hagsmunir eru svo gríðarlega miklir. Almenningur hefur svo gríðarlega hagsmuni af því að bönkunum sem veitt eitthvað alvöru aðhald. Algjörlega, en eins og segir, þetta er líka, þetta samt sem áður, þeir eru meistarar, bankarnir, og í því að taka svona litla fjármuni af okkur öllum, og fyrir svona... Og stóra, sko, fyrir utan það. Þeir taka okkur húsin og allt saman, þeir hafa samt fyrir að taka okkur smára. Já, og safnast þegar sama kemur, sko, og þetta varðar, eins og þessar upplæði þetta varðar 82.000 krónur per fjölskyldu, og þetta er eitthvað sem Jú, allir gætu notað, en þegar þetta er komið saman, þá þetta 13 milljarðar króna sem 3 bankar eru að hafa, eða taka, eða fá í gjöld frá okkur. Og það náttúrulega gigantískar upphæðir. Það mætti herða neytendaverndina. Já, og líka við náttúrulega búumst við miklu af, einmitt núna, bara fjártækninni, að hún komi og aðeins og ruggi bátnum í þessu staðnaða bankakerfi sem í heiminum í dag. Allavega tíma. Við vonum það og vonum að ykkur gangi vel og vonum að stjórnvöld sjá að sér og efli neytendasamtökin því að það náttúrulega þetta skiptir neytendur gríðalegu máli að hafa eitthvað svona samtakamátt og eitthvað getu til þess að berjast við svona forrík fyrirtæki sem að hafa raunlega ótrúleg tæki til þess að hafa fé af fólki. Algjörlega. Við erum að bæta því við bara, við erum náttúrulega 3. elstu neytendasamtök í heimi, við erum 70 ára á næsta ári, það er að koma ammælis við tala eftir, og miðað við höfðatölu erum við langstærstu neytendasamtök í heimi, 44. hver Íslendingur er félagsmaður í neytendasamtökunum, en næst stærstu neytendasamtök í heimi eru þau dönsku, þar sem 100. hver Dani er félagsmaður. En við bara hvetjum alla til þess að gangi í samtökin, því að ólíkt dönsku neytendasamtökum, ólíkt öllum öðrum neytendasamtökum á Norðurlöndum,
þá erum við þau einu sem ekki njótum beins stuðnings ríkisins. Við erum með þjónustusamninga en við erum ekki með beina stuðninga eins og önnur Neytendasamtök á Norðurlöndum. Sem skrítið vegna þess að samfélagi hefur gríðarlegan hag af því að Neytendasamtökin séu öflug og sterk, meðal annars út af þessu dæmi sem við erum að taka hér. Nákvæmlega. Erum við gangið vel, Breki og þið öll. Núna ætlum við að fara til Brasilíu og skoða spennandi forsetakosningar sem þar eru framöndar eftir augnablik. Já, herðu, það eru spennandi kosningar víða heiminn og þó kannski fáar sem að verða jafn spennandi og forsetakosningarnar í Brasilíu sem eru eftir bara fáeina vikur. 13 daga. 13 daga. Herðu, hingað komin Luciano Dutra. Þú ert frá Brasilíu. Já, fæddur uppalinn í Brasilíu. Já. Herðu, ég fann hérna nýjustu skoðanakönnuna sem ég sá. Ég veit ekki hvort að hún sé eitthvað marktæk, en hún gefur okkur svolítið mynd af persónum og leikundum. Þarna Lula með forystu þarna og síðan kemur Bolsonaro og svo eru hinir sem að skipta minna máli. Hvað segir þessa stöðu sem að þarna sýnd? Það sem fólk að velta fyrir sér núna á þessu tímapunkti, þetta 13 dagar í kosningar, hvort þetta verði við fyrsta umferð eða seinni umferð. Og þá það Lula þarf að ná yfir 50%. Já, hann samkvæmt aðra kannan sem ég hefur verið að fylgjast með, hann með helmingin af öllum atkvæðum, hann þarf helmingin pluss 1 atkvæði og það þekkt fyrirbæri að í síðustu viku þá þeir sem eru aftast kjósendur þá kjósa þann sem í forystu. Velja sigurvegarann. Já, þetta bara eðlilegt. Þú býst við og ég heyri þú alveg vonar það að Lula vinni bara í fyrstu umferð. Ég held að sé ekki spurning hvað ég vil eða voni, heldur hvað sagan segir okkur, kosningasaga Brasilíu segir okkur að alltaf í síðustu viku í aðdragandi kosninga þá bætast 2-3% og sá sem í forystu og það þarf bara kannski þessar 2-3% hann næri í fyrir umferð. Þetta hefur gerst í tíman Fernando Henrique Cardoso. Já, svo þetta líklegasta niðurstaða. Já. En segðu mér, hver Lula? Hann verkalýðsforingi sem ólst upp við fátækt í norðaustri Brasilíu, eins og mjög margir frá þessu svæði þá flytur hann flýr undan fátæktinni með fjölskyldu sinni, þá barn. Hann átti mjög mörg systkini og fólk foreldrar hans fóru til São Paulo og þar ólst hann upp með miklum erfiðsvinnum og svona og síðan menntaði hann sig í málmiðnaði, fór að vinna þar og þar þekkir hann fólk sem þarna fer hann þá að bara granskast fyrir í verkalýðsbaráttunni og verður þá foringi bara strax. Hann hafi þessa persónu karisma sem þarf til að kannski vera Verður formaður málmiðnaðamanna? Já, nákvæmlega. Þetta í 8. áratug. Þetta var herstjórn í Brasilíu á þessum tíma og það í raun og veru var bann að stofna til
verkfalls. Þau samt taka ekki tilliti til þess og það var augljóst að vindurnir var að breytast í Brasilíu og þau freistuðu að fara í verkfall og hann var handtekinn fyrir vikið og var í nokkra vikur í nokkra daga allavega í fangelsi. Þannig, og svo seinna, eftir að hann verður forseti og lætur af embætti, þá hann eins og þekkt kærður og lendir í fangelsi aftur, svo þetta sagan að endurtaka sig að því leyti. Sko. En hann kemur innan úr verkalýðshreyfingunni, frekar heldur en eitthvað sem var í þetta kalla vinstri flokkar eða... Hann stofnar sjálfur svona verkamannaflokkin í sama ár og þá var leyfilegt að stofna stjórnmálaflokka í Brasilíu aftur 1980. Svo verkamannaflokkur Brasilíu frá þessum tíma og hann verkalýðsforingjar ásamt fólki innan úr katólskri kirkju, svo kallað teoría da libertação eða guðfræði frelsunar sem sem var að styðjast við baráttu fátækra fólks í Rómönska Ameríku og þau standa að stofnum verkamannaflokks í Brasilíu. Geturðu lýst þessum flokki, hversu stefna þessi flokkur hefur? Hversu róttækur hann? Hann var róttækur í byrjunni, sko. Hann var svona alvöru svona hreint vinstri flokkur á þessum tíma, verkamannaflokkur á þessum tíma, en núna hann orðinn að náttúrulega svona miðstéttarflokkur og það að Lula hafi náð forseta stól á sínum tíma. Þetta endurspeglar í raun að vera þessi breyting í stefnu flokksins, sko. Hann verður þægilegri fyrir svona mið- og efri-stéttina að hafa hann sem... Þannig að Lula var mun róttækari þegar hann var í verkalýðsbaráttunni og þegar hann stofnar flokkin, en svona síðari ár hefur hann svona fæsta miðjunni gert sig svona þannig að millist þetta fólk á auðveldra með að kjósa hennar flokk. Jú, að nokkru leyti má segja að hann okkar Tony Blair að þessu leyti, sko. Hann færi flokkin... Það ekki fallegt að líka ykkur við Tony Blair. Nei, ég veit, en honum hefur samt tekist að koma á lagina nokkurs konar vísir að velferðarkerfið í Brasilíu sem voru ekki til staðar fyrir hans tíma sem forseti. Andstæðingurinn, Bolsonaro, hver það? Ég var einmitt á leiðinni hingað, hvernig var hægt að í hnotskurna lýsa Bolsonaro? Ímyndum okkur að Jón Gnarr væri svona illa innrættur og hafiði áhuga á svona... Vondur Jón Gnarr. Já, bara að verri sorti, sko, myndi ég segja. En hann fyrir vikið hættulegri vegna þess að hann raunverulega hefur trú á að það sé svona barátta í heiminum milli þess að kommunistar taki yfir eða þá guðhrædd fólk sem haldi áfram við stjórn og breyti þessu identity, svona stefnu í stjórnmálum og félagsmálum og svoleiðis. Hann var einmitt í gær í Bretlandi til að sína virðingu fyrir drottningi sem var verið að grafa og hann notaði tækifæri til að koma sér á framfæri svona pólitísk séð. Hann var að halda ræðu fyrir stuðningsmenn sína fyrir utan brasilíska sendiráðið, sko. Og þetta var náttúrulega illa séð af öllum. Þetta ekki tækifæri sem að notfæri sér til að koma eigin pólitík á framfæri. Þú sagðir að Lula hefði haft svona persónutöfra, laðað fólk að sér. Myndirðu segja það Bolsonaro? Hann hefur það gagvart kannski þriðjung af brasilískri þjóðinni. Það fólk sem með nostalgíu að heldur að Brasilía í fortíðinni var miklu betra og þægilega heldur en Brasilía núna, þar sem kannski stéttaskipting var mun skýrari og fast í sessi, var fólk sem var undir hafði ekki mikla möguleika að koma sér úr fátækni örbygginni, en þetta hefur náttúrulega breyst með tímanum, með þessar stefnu sem Lula keyrti á sínum tíma og svo Dilma Rousseff í kjölfari. Ég myndi segja svona í stuttu máli hér að hún væri miklu róttækari heldur en hann. Heldur en Lula? Já, hún hefur til dæmis sett lög
vinnu heimavinnu fólks sem var ekki til staðar. Fólk var ekki á sama báti og hinnir hefðbundnir og venjulegir. Vinnuhjú bara á heimilunum. Já, þau hafa enga samninga eða svoleiðis, orlofsrétti eða svoleiðis. Þú sagðir að Lula hefði komið úr verkalýðshreyfingunni, hann kemur náttúrulega einhvern veginn úr vinstrinu og þú nefndir frelsuna guðfræðina sem svona kannski hjartað í þessu að standa með hennu fátæku. Hvert bakland Bolsonaro? Hvaðan kemur hann? Það herinn? Já, hann var í herinn en hann var bara í raun og veru sendur út hernu á sínum tíma fyrir að reyna að stofna til ófríða til að fá launahækkun í Rio de Janeiro. Svo hann var, þú veist, og hann, samt hann alltaf að tala herinn sem, já, þetta mín her og þeir myndu standa fyrir mér til dæmis eins og núna með kostningar, ef honum finnist að kostningar ekki réttmætar og réttmætur sigurvegari, þá heldur hann í sínum svona hugarheimi að herinn myndi styðja við nokkurs konar. Heldur það sé ekki raunverulegt? Nei, bara alls ekki. Það ekki í myndinni og það minni hluti innan úr herinn eða hinnir sem styðjast við þessar hugmyndir hans. Hann í algjörri afneitun þannig séð í gær. Fyrir utan sendiráðinu í London sagði hann að það myndi taka þetta í fyrri umferð sem allar kannanir benda til hins og talar svolítið eins og Trump. Hann byrjar að ýja því fyrirfram að ef hann tapi þá þetta kosningasvik. Já, hann hefur verið að gera það síðan í fyrra í raun og veru og hann heldur ennþá fram að hann hefði unnið við fyrri umferð 2018 ef ekki væri fyrir kosningasvindl sem engin staðfestir að hafi gerst. Hvernig hefur Brasilía breyst undir Bolsonaro? Til hins verra, við hefum spólað tilbaka svona allavega eina kynslóð, 30-40 ár, myndi ég segja, efnahagslega, samfélagslega, þetta bara hlýttingur. Ég sjálfur með fjölskyldunum minni að fara þangað núna jólin áramótin og ég maður undirbúið sig andlega til að bara, eins og ég segi, fara aftur í tímafél og sjá fólk út á götum, börn, jafnvel, þjónustur alveg í málum eins og heilbrigðiskerfi, skólakerfi, þannig að allt sem hefur verið að byggjast síðan að lýðræði kom aftur á 9. áratug, hann búinn að eyðilega að mest að mjög miklu leyti, myndi ég segja. Og Lula með þessa, þegar hann núna í kosningabaráttu, hann segir, ég kann á þessu, ég með þetta, ég mun gera alveg eins og ég gerði í fyrsta skipti sem ég var forseti og þetta mun lagast allt. Þetta líka óraunhæft. Þannig að ég býst við að margir verða fyrir vonbrigði eftir 4 ár og það óvíst að hvort að hann ná í endurkjörið þá. En nú erum við bara að tala um þess að 2 menn. Já. Á bak við Lula, það eitthvað svona hreyfing, það þannig eða það bara svona popúlísk stjórnmál, annarkvort líkar þið vel við Lula eða þú þolir hann ekki og þess vegna lætur þið hafa það að kjósa Bolsonaro? Ég held að kosningar þegar Bolsonaro vann fyrir 4 árum, það snerist fyrst og fremst fólk sem var á móti í verkamannaflokkin sem kaus Bolsonaro. Já, kjarni af stundingsmenn Bolsonaro kannski 25% Brasilíumanna. Hann hefur náð til 25-30% sem voru andstæðingar verkamannaflokks í raun og veru. Og þessi hluti þjóðarinnar núna að snúast gegn honum og þess vegna hann nær ekki meira en 30-33% í öllum eða flestum könnunum sem verið að gera núna og þannig að hann og fólk sem segist kjósa hann ekki bara hvort sem
yfir 50% kjósenda, þannig að hann á enga svona tölfræðilega möguleika að vinna þessa kosninga. En það þannig að kjósendur koma á kjörstað og refsa stjórnvöldum og þá ferðu til hægri og svo ferðu til vinstri og svo ferðu til hægri. En þetta merki þess eiginlega að meginþorri þjóðarinnar hafi enga sérstaka trú á stjórnmálum. Jú, einn gagnrýni sem gert á tíma verkamannaflokks við forsetastólinn í Brasilíu að var verið að byggja þannig samfélag þar sem allir eða flestir áttu efni að kaupa hluti en var ekki verið að mennta fólk til að vera ríkisborgari og þátttakandi í samfélaginu, í samfélagslegum umræðum og ekki bara á 4 ára fresti eða 2 ára fresti, það eru fylkiskostningar og þingkostningar þá. Þannig að það kannski sýnist í þessum óákveðni, þetta engin hrein stefna eða svona ljós stefna meðal kjósenda í Brasilíu eins og víða í raun og veru. Þess vegna líka sagt að það eru margir sem munu færa sig úr þeim sem eru aftast yfir á hann sem í forystu núna, en þeim alveg sama hver þau kjósa í raun og veru. Þau vilja veðja á svona sigurvegara til að líka finna sig smá svona sem sigurvegari, þú veist. Það kannski svona sálfræðilega útskýringin, sko. Luciano, þakka þér kærlega fyrir að koma hérna og tala Brasilíu. Vonandi fáum við aftur til að ræða þetta stórkostlega land. Hvernig sem Risaland. Takk. Herðu, þetta var Brasilía, en Breki Karlsson var að stærra sig að því að Neytendasamtökin væri að verða 70 ára og væri þar heldur gömul og traust. Píratar urðu 10 ára helgina og við ætlum að ræða við unglambið hér á eftir augnablik. Píratar eru 10 ára. Það var aðalfundur helgina og þá kom það fram að flokkurinn verið 10 ára. Ég veit ekki. Það svona áfangi í stjórnmálum. Kannski ekki allir hafi spáð Pírötum svona miklu langlífi þegar það byrjaði. En hingað eru komin Halldóra Mogensen og Björn Leví Gunnarsson. Velkomin. Já, til hamingju með 10 ára afmælið. Takk. Takk fyrir. Áfangið, tekast það að tala.
Segðu mér hérna, af hverju eru Pírata til? Taka löngu söguna. Píratar sem hreyfing. Já, eða hérna á Íslandi, af hverju hérna voru Píratar stofnaðir? Til að svara hverju? Já, sko, hafa verið þó nokkrar breytingar bara á mannlegu samfélagi núna undanförnum árum með ýmiss konar tæknibreytingum, eins og hefur oft gerst áður í gegnum söguna, en svona nýjasta byltingin með internetinu og svo framvegis bætti rosalega miklu í svona þá samskiptamöguleika og rauninni lýðræðismöguleika sem var hægt að nýta með tilkomu internetsins. Og fólk fór svona að sjá það meira og meira. En maður meira eftir þessu, Björn, í upphafið, þá var það svona beint lýðræði og maður heyri minna þessu hjá ykkur núna. Þetta byrja náttúrulega, þú veist, þetta er svona, hefur líka með hrunið að gera, að þá kemur náttúrulega fer af stað nýjar svona pólitískar hreyfingar sem að eins og hreyfingin sem að Birgitta Jónsdóttir og þessi samfélag lendur svona á núllpunkti og allir fara að leita að eitthvað, hver eru við og hvert eru það að fara? Já. Það er gamlega og nýtt. Já, það er aldrei ég held að þaðan sem að svona þetta inspiration kemur, allavega hjá okkur sem að stofnuðum þetta, þá snýrist þetta allt það að maður átt að segja á því að kerfin eru bara byggð á úreltri hugmyndafræði sem er ekki virka lengur í nútíma samfélagi. Og það er aldrei það sem að Píratar eru stofnar ekki, og þetta með beina lýðræði, þetta hefur alltaf verið til staðar. Þetta er alltaf til staðar í orðræðun okkar, í ræðunum okkar og allir í nálgun okkar, þetta er í grunnstefninu okkar. En það sem kannski breyttist, og þetta var svo fyndi, ég upplifði svo sterkt hvernig það var í fyrstu kosningabaráttunni 2013, þegar við svona löbbuðum dálítið þann raunveruleika að fjölmiðla sett okkur óbúslega mikið í kassa, þú veist, það er búið að ramma alla umræðu fyrirfram. Hvernig kassi eru Píratarnir í? Nei, ekki sett okkur í kassa, við vorum utan kassa. Það er alltaf verið að biðja okkur hvað er stefnan þín í þessu og stefnan þín í þessu og stefnan í þessu. Við vorum nýr flokkur og við vorum bara að reyna að koma því narratíf í gang að stefnan okkar er afurð samvinnu grasrótarinnar og að reyna að útskýra þetta. Við erum ekki stefna, við erum aðferð til að komast að stefnu og þið fáum þetta að setna. Já, þú veist, þetta var rosalega erfitt. Þetta er frekar óþúlum að heyra þetta. Já, þetta var frekar erfitt að selja þetta og erfitt að koma þess að framfæri á hátt sem fólk skildu og tengdu við. Þannig að auðvitað þurftu við líka bara að þróast og aðlagast eftir því sem að... En nú er komið stefna og talandi svona beint lýðræði og svona, þið voru með aðferð til þess að móta stefnuna. Þegar eitthvað fæst frá því þeirri aðferð. Nei, nákvæmlega svo sama okay. og stefnumótunin er stöðugt í gangi en þegar það er tómarum í stefnum eða það er koma upp máli í samfélaginu þar sem við erum ekki með stefnu þá kemum bara eftir spurn eftir því að við segjum okkar skoðun og þá köllum við í fólk og það bara púslar saman sínum skoðunum og kýsum það. Á þessum VF? Ég meina í raunheimum líka en svo er kosningakerfið þarna á vefnum expo.pirata.is og ég fyrir stundu þar inn ef mér leiðist og les. Það er nóg að lesa. Það er ekki skortur á stefnum sko. En svo uppfærum við reglulega, við uppfærum loftslagsstefnuna til dæmis fyrir kosningarna núna og það er málaflokkur sem er í mikilli þróun þannig að við stefnum að því að endurskoða aftur núna bara í vor vantanlega miðað við nýjustu tölur og svo framvegis. Þannig að sum svona málefnasviðin eru á hraðari svona ferð heldur en önnur og stundum kemur kall að uppfæra eitthvað á stefnum velferð dýra til dæmis ekki langt síðan og það var uppfært og það hefur gert svona oftar nær kannski kosningum og það er farið yfir hvað erum við með núna, hvað er búið að gera síðan síðast, hvað þarf að uppfæra og þess aftar. Þannig að það er ekki eins svona dýnamískt og hratt eins og það var í upphafi þegar voru engar stefnur, skiljanlega. Núna þegar við komum með svona fastari svona grundvöll og þá gerist það svona meira í kosninga svona hringnum. En grunninn er alltaf að vinna á þann hátt að þetta sem aðgengilegast fyrir sem flesta að koma sínum áherslum og framfæri, þannig að við erum alltaf með svona Pírata Think, það sem við reynum að involvera grasrótina, þannig að allir koma sínum áherslum á framfæri og við vinnum þessar stefnur á eins gagnsæin og inklusív hátt og mögulega hægt er. Fyrir 10 árum, ef þið hefðu verið að velta fyrir ykkur, hvað verður eftir 10 ár? Hefðu þið giska á að Pírata væri svona eins og þeir í dag? Og hvað akkur ekki? Ja, alls ekki. Ég var erlendis í námi þegar ég sé Pírata vera svona startast á Íslandi.
og ég kannaðist aðeins við þarna Helga til dæmis og Smára, við verðum í skóla með Smára. Tölvu nördan í hófnum. Já, en svona, þannig ég vissi að sko hugmyndafræðin þarna bakvið, það var ekkert fake sko. Þau kunnu þessa aðferðafræði það hvernig við nálgumst vandamál á allt annan hátt heldur en bara að leita einhverju leiðtoga á þess aftar. Við kunnum svona ferilinn sem slíkan. Þannig að ég þarna út í útlöndum og segi bara, herðu ég til að ég hjálpa. Og svo fæ ég bara dembu og hérna alls konar fyrirspurn frá fjölmiðlum og ég bara hamra það. Stórhættulegt að bjóða sig fram. Já, og svo bara setjum ég einhvers þar á lista þarna, en það er ekki þannig, það er bara kosning, þannig að ég bara íti og býð mig fram á lista og enda bara í öðru seti. Ég bara, það hef ekki svona hitt mig, hvað í gangi? En þetta var bara þannig var kúltúrin þarna, það voru allir að koma í gegnum netið á sem sagt félagsfundi og taka þátt með spurningum. Mælirðu með þessari aðferð í dag við að velja inn á lista að það sé þarna maður í öðru sæti sem að tveir í hópnum hafa hitt og þekkja? Já. Þannig að það geti gerst í dag líka? Það hefur alveg gerst. Ég hafði til dæmis ekki hitt Lenju og hún var kosnandi þegar það seti til dæmis. Bæði og sko, það er fólk að koma bæði sem þekki sem kannski eðlilegt, maður tekur að koma með fólk inn í hreyfinguna sem hefur áhuga og svo koma nýr aðilar sem að maður þekkir ekki neitt, einmitt eins og Lenja sem kom einhvern veginn, ég hafði aldrei hitt hann áður og svo kynnt hún sig í kynningunni og hérna hún bara rústaði því sko. Og prófkjöri. Já, þú veist, já, í kynningu fyrir prófkjöri. Það er prófkjöri ykkur. En því ég spurði Björn hvort að ef ég spurt það fyrir 10 árum, hvort hann hefði séð hvernig hann sæði Pírata fyrir sér í dag, 10 árum seinna, hefðirðu gískað á svona sirka þetta ástand? Ertu þá bara að tala um þróun flokksins, alveg frá því að við byrjum, sko, mér fannst alltaf frekar ólíklegt að við kæmst á þing við 2013, ég veit ekki, það var ekki eitthvað sem að ég var beint viðbúin fyrir, en það þú veist, var ótrúlega skemmtilegt að það skildi ske og var ótrúlega flott og gaman að fylgjast með þessum 3 einstaklingum sem komist inn á þing fyrir Pírata, þannig að ég veit ekki, það er voða erfitt að dæma það hvort að ég taldi á þeim tíma, ég var ekkert beint með eitthvað svona mjög sterka sýn á hvað yrði flokkinn, þú veist, og hvernig við myndum þróast, og í lok dagsins þá snýr þetta alltaf einstaklingunum sem koma inn í hreyfinguna líka, þú veist, það er alltaf hreyfingar, þær breytast og þróast líka með fólkinu sem kemur orkuna sína inn í hana. En hvað eru Píratar í dag? Hvaða gagn má hafa Píratum? Það er bara mjög margt og mikið. Við erum ötulasti stjórnarandstöðuflokkurinn á þingi. Minnum sífellt á spillingarmálin sem eru í gangi. Við minnum sífellt á svikin við þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá sem er 10 ára líka í bara núna í október eða ekki? Í október 12. Og við líka, það sem mér finnst einkenna okkur og ég hef alltaf fundið fyrir þessu opaslega sterkt, ég kem inn á þing, ég hef ekki hugmynd hvað ég var að fara út í og ég held að það eigi við marga sem er að koma þarna inn, það er opaslega mikið að hefðum og það hvernig Píratar koma inn í þetta, við erum svo óhrædd við að Það er sokalistunum upp í... Já, bara að láta þessar hefðir ekki festa okkur í einhverju formi sem að hentar okkur ekki. Þannig að ég held að við höfum verið ótrúlega mikil drifkraftur bæði í þinginu, bara breytingar í starfi þingsins, innra starfi þingsins. Við vinnum... Það sé árangur af eitthvað starfi. Já. Hvernig hefur gefið dæmi? Hverju hefur þið breytt? Við höfum bara haft gríðarleg áhrif á, sko... til dæmis á aðra flokka, hvernig við vinnum versus hvernig aðri flokkar vinna hefur verið allt öðruvísi, það er gríðarlega mikil hierarkía og meðan við erum með hann flata strúktúr og ég hef oft fundið fyrir því hvernig margir þingmenn koma oft til okkar til þess að fá upplýsingar sem að kannski út í upplýsingamiðlun í öðrum flokkum er bara alls ekki jafn góð og hún er hjá okkur. Við deilum öllum upplýsingum með öllum Það er ekki dreigið úr hierarkíu í öðru flokkum, ég meina Bjarni Ben stjórnar Sjálfstæðisflokknum, Katrín Jakobsdóttir stjórnar VG, nú er bara Samfylkingin á pásu vegna þess að við ekki hver áfara stjórnunum. Dæmi það til dæmis hvernig við höfum breytt utanum er að okkar svona filosófía er dálítið að upplýsa það hvað er verið að reyna að fela. Og það var fyrir nokkur mánuðum síðan að þá átti að reyna að tróða löggjöf í gegn bara án þess að
það átti bara að gerast kyrrþegirunni. Það er oft gerst. Já, það er oft reynd og þá erum við tökum við og spyrjum svona auðalegu spurningana. Hvað kostar þetta? Og þá allt í einu komast ég að því að þetta var verið að svína á sem sagt þeim hópi fólk sem að löggjöfin beindist gegn og það hefur síðan orðið að dómsmáli sem að vannst og ríkið tapaði. Þannig að þú veist, það er til dæmis dæmi það sem að við höfum verið að breyta því hvernig svona leyndarhyggjunni sem þarna innanhús. Og ekki kóa með það gríðarlega mikið leyndarhyggja og það er gríðarlega tendans líka hjá stjórnarandstöðinni til þess að kóa einhvern veginn með þegar að vera með í partíinu einhvern veginn. Já, og vera til í að leyna einhverjum upplýsingum sem að við kannski erum ekkert alveg til í. Og auðvitað er það ástæðan fyrir því að fólk hefur kannski á einhvern hátt aðri flokkra að veigra sér við að þegar hefur komið að stjórnarmyndin og annað. Ég efast ekki að það hefur verið erfitt fyrir aðra flokka að kannski er ekki jafn spenntir fyrir samstarfi með okkur út af því að við erum ekkert alveg jafn til í að kóa eins og aðrir. Það var ekki hægt að vera í stjórnarmyndina vera við ykkur að þið þurfið alltaf að spurja einhvern hóp að senda þetta út í kosningakerfi. En það þurfa það allir. Er það ekki bara basic á öllum flokkum? Þeir bara afgreiða málin og svo koma þeir og fá samþykki og kleppa þeir. Já, það er samt kannski það sem að fólk átt að segja á að þegar það er gert meirihlutasamstarf þá er gerður meirihlutasamningur sem að á við kjörtímabilið. Þannig að það væri ekki hægt að koma með eitthvað annað mál, eða breyta einhverju innan hans af því að einhverju grassrúturinn er að segja þetta var ekki vera svona, þetta var hins einn. Það er búið að samþykja þann samning og grassrúturinn er búin að samþykja þann samning sem gildir þá fyrir allt kjörtímabilið. En ef maður skoða stefnuna og áherslur ykkar, þá eru þið stundum svolítið á svæði samfylkingin Viðreisn. Ég er eiginlega frekar á því og svo myndi kynna þessi flokka sér sem hóp stundum. Já, ég er eiginlega frekar samt á því að á undanförnum árum þá hafi samfylkingin og Viðreisn frekar að vera herma eftir okkur. Það er þess vegna sem að til dæmis núna er svona verið að segja að samfylkingin þurfa allt aftur að fara í sína rætur. Ég held að það sé mynd af því að þau hafa verið að elta okkur. Þau hafa þurft að elta okkur. Það hafa týnt sér með því að elta ykkur. Já, dálítið þannig, myndi ég segja. Og hvað eru þá rætur samfylkingar? Þær eru í þessu barnabóta, vaxtabóta, húsnæðisbóta, kerfum, dreifingunni og svo. Klassískri sósíaldemókratíu 20. aldar. Sem þú ekki hrifin af það? Nei, við höfum verið að tala um borgaralaunin til dæmis, skilyrðislausa grunnframfærslu sem kemur þáttúrulega í staðinn fyrir all þessi mismunandi bótakerfi sem er rosalega innbyggður svona fátæktar gildra í þau kerfi. Það sem að ef þú færð aðeins og mikið tekjur, þá missur allt. Það er tekjutenging nýfrjálshyggjuárana. Það er ekki svona sósíaldemókratan. Það er samt það sem það hefur verið. En þeir eru ekki sósíaldemókratin að skilgreina sína rætur og við skilgreinum bara okkar. Ég held að það sé langskynsamlegast. En það sem mér finnst vera stærsti munurinn er, og þetta hefur skipt mig ótrúlega miklu máli og auðvitað erum við Píratar í þingflokknum og í hreyfingunni öll með mismunandi áherslur og hugsunum hlutina dálítið öðruvísi og það er það fallega við þetta. Mér finnst svolítið ólík í stjórnmálum, Já, við erum mjög ólík en við vinnum óbúslega vel saman og við erum alltaf með grunnstefnuna sem leiða okkur áfram. Þannig að sem að passa upp á okkur og vissum ekki fast land undir okkur. Þannig að, en mér finnst gríðarlega mikilvægt að ég sé Pírata sem dálítill byltingarflokkur, ég skal bara segja það, svona kerfisflokkur sem er komin til staðar til þess að hrista upp í kerfunum. Breyta kerfinu eða laga. Já, en sýna bara í raun og veru tala aðra valmöguleika. Varpa ljósi á aðra valmöguleika, öðruvísi samfélag sem við gætum búið í. Mér finnst samfylkingin ofta að först í að plástra upp gömul kerfi. Umbótaflokkur. Umbótaflokkur. Ég held að það sé komin tími til þess að algjörlega breyta hvötunum í grunnkerfunum okkar eins og hagkerfinu og annað og Píratar eru á bak við það, við erum með stefnir þess efnis. Þannig að við erum dálítið meira inn í einhvern veginn finnst mér oft vera svona stóra myndin og hvernig allt tengist, og það sem mér skipta mestumáli er að við gerum þetta út því þegar ég kem út í pólitík og ég byrja fyrst, það helsta sem að hélt mér dálítið frá pólitík var alltaf mér finnst fólk verða svo reitt og reiðin fyrir mér, ég skil hana en þessi niðurrifið að vera þar, að vera alltaf að rífa niður maður á það til það er alltaf að bylta Bíddu, leið mér að klára, það þarf ekki að rífa niður til þess að bylta reiðin
fer allt og auðvitað út í hatur og við verðum það sem við hötum. Það bara þannig, við verðum einhvern veginn að óvininum okkar þegar við erum í hatrinu. Þannig að það sem skiptir mjög svo miklu máli uppbyggingin, að byggja frekar upp eitthvað nýtt og sýna þann valmöguleika. Við getum fært okkur yfir að þess að bylta. Við þurfum til dæmis ekki að rífa niður núverandi hagkerfi, við getum bara breytt hvötunum í því og organíst að það færist það yfir í eitthvað annað form. Þú veist, það munurinn á að vera í niðurrifi versus að vera að byggja upp og auðvitað dettur maður oft, þú veist, í niðurrifi líka. Þetta hljómar eins og umbætur fyrir eitthvað heldur bylting. Að taka núverandi hagkerfi, laga það aðeins. Bylting fyrir þér bara blóðugt stríð eða? Þú byrjar að tala að aðgreina umbætur og byltingu. Já, ég sé þetta. Þú lýsa eins og bara lagfæring á hagkerfinu. Þetta finnst mér sko, ef við færum, ef við ráðumst á rót vandans og við tökum þessu stóru kerfi og við færum þau yfir í eitthvað annað form, þá hlýtur það að vera bylting, það er algjör kerfisbreyting. Ég bara segja að það gerist ekki svona. Breytir í hægt og bítandi innanfrá. Það var dálítið þannig sem að sko, þegar Píratar voru stofnaðir að þar var fólk sem var orðið þreytt á því að vera einmitt að reyna að breyta kerfinu utanfrá. Það hafði ekki tekist. Utanfrá einmitt. Þannig að það ákvað að prófa að taka það skref að gera það innanfrá. Og hugmyndafræðin það hvernig við svona fungerum með sko lýðræðisferlin okkar og svoleiðis kemur dálítið inn í það til þess að svona halda utanum að fólk var ekki kannski aftur í rosabyltingarhaminn, að gera þetta á skipulegan hátt. Og það hefur, held ég, tekist mjög vel. Ég vonaðist eftir hraðari breytingum og ég held til dæmis að ef nýja stjórnarskráin hefði verið kláruð þarna fyrir 2016 Nákvæmlega. Eða jafnvel fyrir 2013 þá hefðu Píratar jafnvel ekki orðið til. Já. Þú segir að það hefði náðst árangur. Hvað hefur jákvætt breyst í íslensku samfélagi þessu 10 árum? Nei, ég segi að það hefur gerst allt of hægt og mjög lítið. Sko. Ég hefði viljað að gerist hraðar. Við erum ennþá með sjálfstæðisflokk sem að stjórnar rosalega mikið því hvernig starfið fer fram á þingi. Það er ákveðið svona gíslataka, bara hótunarstarfsemi, þú veist, hann bara pappinn og á þetta allt saman. Rosalega mikið þannig og það býr til þá aðferðafræði sem að aðrir geta valið úr til þess að svara. Bara ef þú segir ég ætla ekki að gera þetta, hvaða valmöguleika hefur til þess að svara því? Við höfum reynt að bæta við þessum auka valmöguleika að upplýsa svona hótunartaktík. Og það gerist hægt, við reyndum að fá þannig einhvern tímann að þú veist, svona samningar á milli forseta og að flokka veru skrifaðir og Steingrímur streittist rosalega mikið mótið í, þá getur miðflokkurinn algjörlega, þú veist, sveik eitthvað munnlegt lofar þarna þeirra á milli, þá gerði hann skriflegt samkomulag við á, en þá kvittaði Sigmundur Davíð undir samkvæmt samtali Sigmundur Davíð og ofan í skriflega samtali þannig að þú veist, það er rosalega mikið svona togstreitu á því hvernig við ætlum að reyna að fá okkar fram og svona En stórar breytingar verða oft þannig, þú veist, úti fyrir mér við líka bara að planta fræjum. Mér finnst það vera svo mikilvægt og það oft tekur tíma, maður þarf að vökva og það tekur tíma fyrir það til þess að vaksa. En það er eitthvað sem Já, fyrir það er alveg svo sem hægt að gera það. En ég hef alveg séð, orðræðuna breytast gífurlega mikið á þessum tíma sem við erum búin að vera inn á þingi. Það er kannski erfiðara svona að benda nákvæmlega á hlutina, en ég finn fyrir breytingunni og mér finnst hún að vera jákvæð. En það er líka oft þannig að þegar koma nýjar hreyfingar inn þá þarf maður að taka eitthvað skref aftur á bak að maður getur farið áfram og ég finn það til þess að núverandi ríkisstjórn, ég held að þetta sé opaslega mikið svar þeirra við, ég held að þetta hafi verið tilraun til að losna við alla þessa litlu nýju flokka. Þau reyndu að fá Samfylkinguna með sér í lið. Ég held að þetta hafi verið tilraun til þess að sýna almenningi, sýna samfélaginu, þessi 4 flokkar alveg nóg. Þau geta stjórnað þessu og það hittir bara fyrir og bara truflun. Og ég held að þetta hafi verið misheppnuð tilraun og ég held að þessi ákvörðun að gera þetta, þótt þetta sé afturför, að þá gæti afturförin verið hluti af ferðalaginu áfram, ef það meikar eitthvað sens. Þannig að
eitt skrif aftur og baki og Já, það áfram. þú veist, það allavega vonin mín, en ég náttúrulega óvenju svona hopeful og vongóð, þannig að... En svona gagnrýni frá hægri, því að þið sögðu að Samfylkingin hefur verið gagnrýnd fyrir að verða of lík Pírötum og þessu að fara að leita í rætum. Þetta eiginlega gagnrýni frá hægri sem að Píratarnir bara elta eitthvað svona tískumál í fréttunum, rjúka upp með eitthvað læti og það gallið við Samfylkinguna, hún eiginlega að tapa svona kjölfestunum sinni og eltir þetta bara. Þið skrifuðu undir þetta? Að hvað við séum bara elta umræðuna og bregðast við. Já. Það er náttúrulega... Populískur flokkur. Það er tvennt... Það er ekki populískur flokkur, myndi ég segja. Við erum lýðræðissinnar Fer eftir hvernig skilgreini í populismi, er þetta upprunalega skilgreini, erum við að tala lýðskrum eða populisma eða? Þið eltið svona hitamál dagsins. Þá þið fyrst upp í ræðupúlt. En þetta svo bara kortir í seinna, þá kom eitthvað annar mál. Og engin veit hvað það snýst. Þetta er eitt af vandamálunum við samfélagsumræðina í bara heilsinni, að þegar að koma upp spillingamál, sérstaklega, að þá er einhvern veginn nýtt spillingamál komið áður og búin að afgreiða það gamla og hvað ábyrgð líkur nákvæmlega, það er sífelld endurvinnsla þeim. Þetta er það sama og þú veist, við erum kannski ásökuð varðandi populisma að gera, við hoppum bara á svona máli sem er í gangi í dag, en þannig er bara samfélagsumræða, þannig er bara almenningsálitið. Þannig þið eru þannig. Við bregðumst við erum í stjórnarandstöðu, við erum stjórnarandstöðuflokkur og þegar það koma upp, þú veist, hneyksli eða spillingarmál eða eitthvað er alvarlega að og almenningur er að kalla eftir aðgerðum, auðvitað bregðumst við. Ég held að við værum ekki að sinna okkar starfi ef við gerðum það ekki. Þegar það er neyðarástand á spítalanum, auðvitað sjálfsögðu bregðst maður við og reynir að gera eitthvað í því og reynir að þrýsta, og þetta snýst þrýsting líka, út í oft er ríkisstjórnin að bregðast við þegar að þrýstingurinn verður nægilega mikill, bæði utanfrá, frá samfélaginu, en líka innanfrá, frá stjórnarandstöðinni, út af því að þegar við þrýstum, þegar við fyrir í pontu, þegar við tölum, að þá fara fjölmiðlar í gang og þeir fjalla það og þegar fjölmiðlar fjalla það þá áttar almenningur sér líka á því hvað er í gangi og það eykur allt þrýstingir á ríkisstjórnunum til þess að gera eitthvað, þannig að það er það sem það snýst. Stundum er þetta sýnt sem að var ekki Þráin sem sagði hvað var það, hálftími hálfvitana. Þið vitið það, stundum er þetta myndirnar sem að koma í fréttunum eru bara að næri engin botn í þessu sko. Þið að segja eitthvað svo bjallan alltaf á bakvið. Já, það er erfitt sko, en svo mikilvægasti munurinn kannski á því sem að gerir einmitt Pírata ekki að populistaflokk, þó við náttúrulega hoppum alltaf í umræðina, að þegar það á að taka einhverjar ákvarðanir, að þá leiðbeinir grunnstefnum okkur það hvernig á að taka bestu ákvarðanir, hvernig á að safna upplýsingum. Þannig að sko populismi virkar grunni til þannig að það er ákveðin krafa að þetta sé gert, það sé brugðist við þessu og það sé gert á þennan hátt. En við tökum alltaf pásuna á því það þarf að bregðast við þessu, en er einhverjir aðrir valmöguleikar í stöðunni sem er að bara nota í staðan fyrir það sem að er ákallið og oftar en ekki hefur bara fólk rétt fyrir sér. Þannig að ef maður velur það og þá lítur það populist út, en það bara af því að fólk kannski hefur almennt séð rétt fyrir sér með viðbrögðu spillingamálum. Þannig að þá er erfitt að greina á milli hvort það sé populíska ákvörðun að ræða eða hvort það sé rannsakaða ákvörðun að ræða eða ekki. Þannig að það er erfitt. Þetta var svona gagnrýni frá hægri sem ég var að reyna að tala eins og Davíð Oddsson. Gagnrýni á vinstri það eins og frægt er að þykist þau vera hvorki hægri eða vinstri eða bæði, ég náði ekki. En sá sem að segist hvorki frá hægri eða vinstri, hann er náttúrulega hægri þegar á reynir. Okay. Það er svona gagnrýni frá vinstri. Já. Þannig að ef þú tekur ekki bara afstöðu... Er það ekki bara gagnrýni frá ykkur? Það er frá vinstri, við erum frá vinstri. Það er fáir vinstra megin. Samfélkingin er komin til ríkan. Helst sósíalistar sem segir þetta er franskur frasi sem að segir þetta. Það sá sem að segir hvorki frá hægri eða vinstri, eins og til dæmis Macron þegar áreinir, þá náttúrulega reyndist það vera til hægri. Þetta frakkar að segja þetta af sárri reynslu. Að þegar þú tekur ekki upp verkalýðsbaráttuna, stöðuna með hinum kúðu, stendur þar, ef þú telur þessu valkostur að gera það stundum og stundum ekki, þá er reynslan hjá stjórnmálum þannig að þeir eru oftast með auðvaldum. Ég held að við höfum alltaf, grunnstefnan er bara þar. Valdefla þá, valda minni, það er alltaf bara í grunnstefnu Pírata, þannig að það er best, ég held að eina ástæðan fyrir því að Píratar verða til, ef við bara fyrum aftur í það, er til þess
að valdefla þá valda minni. Það hefur verið mitt driving force alltaf í pólitíkinni, að lyfta upp, gefa rödd og móta kröfur. Já, út af því að þetta svo fundamental. Ég held að þetta sé eitthvað sem er gríðarlega, sem hefur vannmetum alveg gríðarlega mikið og það svona disconnect hjá einmitt þessum efri stéttum eða þeim sem eru efnameiri í samfélaginu. Átta sig ekki á mikilvægi þess að allir í samfélaginu hafi það gott, að við séum að skapa samfélag af gnægð, það sem við getum lyft öllum upp út af því að það ekki, við þrífumst ekki, við blómstrum ekki sem einstaklingar og samfélag nema við höfum alla með okkur út af því að við erum öll svo ótrúlega tengt. Þannig að þetta eitthvað sem hefur verið drifkraftur minn og ég veit flestra Pírata út af því að við erum öll svona samansafn einstaklingar sem hafa verið mjög jaðarsettir og þurft að díla við erfiðar aðstæður og einelti og annað sem hafa komið saman einmitt til þess að búa til eða skapa réttlátari heim. Þannig að við höfum alltaf staði með jaðarsettu fólki. Ég svona í anarkismanum daldið það rífa niður valdið og dreifa því. Þannig að alls það það sem einhvers staðar verið að misnota. Það ekki svona stéttabaráttu hugsun í Pírötum. Það valdabaráttan, hún það líka. Og þú veist að viðurkenna það sjálfsögðu að valdabaráttan á milli fólks í mismunandi aðstöðu, mismunandi stéttum tvímælalaust. Fókusin hjá okkur hefur einmitt verið kannski á því hvernig þau sem eru með völdin beita þeim og reyna að sem mest að kroppa í þau og dreifa þeim til þá allra. Ég myndi segja hægri, birtingarmynd hægrisins fyrir mér einstaklingshyggjan. Ég vil, þú veist, bara út með einstaklingshyggjuna. Þetta versta hugmyndafræði. Þetta versta hugmyndafræði sem hefur þetta bara úrelt hugmynd, við erum hópdýr. Við höfum þróast mannkynið á því að vera saman hópur. Við þurfum að hvort öðru að halda. Einstaklingshyggjan að drepa okkur, hún að drepa samfélagið okkar út með þetta. Þannig að þessu leyti að þá, ég get aldrei séð það að ég sé hægri manneskja, en ég mjög frjálslynd og ég oft finn að ég get þú veist, ég oft skil hugmyndir sem koma frá hægrinu, finnst mér oft bara margar góð. Hægrið ekki frjálslynd. Hægrið á móti þungunarofni, á móti réttindum kvenna, réttindum svartra, en þeir eru á sumum stöðum, réttindum fatlaðra. En stundum eru þeir mjög frjálslyndar hugmyndir. Vinstri hefur barist fyrir öllu þessu. Það eitthvað svona furðuleg hugmyndum. Ég veit, þetta allt komið á haus. Ég lýsi oft sem, við erum einstaklingar í samfélagi manna. Og þar sér maður einstaklingin tjáningafrelsi hans, friðhelgi hans, en einstaklingshyggjan síðan allt annað mál og það að sýna sig meira og meira og meira hvað einstaklingshyggjan búin að renna sitt skeið. Það sem að rosalega geldhugsun, alltaf bara ef maður pælir í aðstæðum samfélagsins í heild hvaðan fólk kemur þangað sem það út af þeim samfélagsgrunni sem við höfum byggt. Þannig að við getum ekki sagt að við séum komin þangað sem við erum bara út af algjörlega eigin verðleikum. Það bara ekki þannig. Þannig að við erum alltaf einstaklingar í samfélagi. Það það sem við erum að koma. Að sjálfsögðu getur fólk gert ýmislegt gáfulegt og svo frá eins, en það ekki allir Einstein sem að geta einhvern veginn búið til allt sjálfur. Og það einmitt að minnka svo mikið að sem sagt, einstaklingsframtakið orðið svo veikt gagnvart því sem að við getum gert saman. Af því að hlutinir eru bara orðin svo stórir og flóknir að við verðum orðið að vinna meira saman heldur en að var mögulegt, var hægt áður. Einstaklingshyggjan var auðveldari áður, bara í einfaldara samfélagi. Ég held að þessi hægri vinstri pæling sé líka bara að við Píratar erum brókslega þrjóskir margir og við erum með svona mótróaraskanir og við þolum ekki að láta stimpla okkur sem eitthvað. Ég sagði á þann hefnd nördana og þú sagðir að þetta veri svona jaðarsett fólk sem kemur saman. Það svona svolítið einkenni á þessu félagi að þetta
fólk svona nördarnir saminuðist á netinu, þar sem var einn nörd í hverjum bekk sko, sem var einn og svo náðu þeir svona saman. Eru Píratarnir þannig hópur sem að einhverju leyti sko, ég held að mjög fáir þetta ekki hópur vinsælukrakkana eins og Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn og mjög fáir hafa komið sko upp í gegnum eitthvað svona æskulýðs stjórnmálastarf eða eitthvað svoleiðis, ég var aldrei einhverjum þetta ekki vinsælukrakkaklíkan. Nei, ég myndi ekki segja það. Herðu, en út í pólitíkina aftur. Þið eru í kompaníi svolítið með Samfylkingunni og Viðreisn. Þið líka í meirihluta með Reykjavík og víðar. Þessir flokkar samanlagt eru bara með allt og lítið fylgi. Þeir eru svona 35, góðum degi 40% samanlagt. Þið eru ekki að fara að stjórna landinu. Hvernig ætlaði að gera þetta? Við höfum nú toppað, við höfum farið yfir 50 í einhverjum kostninga. Það hefur verið mjög skammur, svo verður slegið niður strax aftur. Alveg rétt. Ég hef verið að tala fyrir, til dæmis, að við þurfum á minnihlutastjórn að halda, bara til þess að hrista... Það þarf það meirihlutan samþykkja það og hann vill vera í stjórn meirihlutan. Ég veit það. Það breytir aðeins sko því hvernig þú nálgast hvernig ríkisstjórn nálgast valdið. Núna það bara þannig að ríkisstjórnin með meirihluta, veitað og sendir bara mál í þingi til þess að stempla. Þá ekkert aðhald neinstaðar. Og sko við allavega höfum verið tilbúin til þess að prófa að hafa minnihlutastjórn til þess að búa til eitthvað jafnvægi þarna á milli þessara valdastofnana sem framkvæmdarvaldið annars vegar og löggjöf og eftirlitsvaldið hins vegar. Til dæmis styðja minnihlutastjórn VG og Framsóknar ásamt Samfylkingunni, eitthvað svoleiðis og Flokki fólksins ef að þeir myndu henda Sjálfstæðisflokknum út úr ríkisstjórn. Til dæmis. Sem hefur verið í 2 ár, það eru plani sem við samþykkjum bara til að losna Sjálfstæðisflokkinn smostund. Mér tæknilega séð alveg sama hvaða flokkur væri í framkvæmdarvaldinu. Ég veit að bara, þú veist, flokkar eins og Sjálfstæðisflokkurinn eða flokkurinn eins og liðs myndi aldrei lifa kjörtímabilið af með okkur sem eftirlitsaðalega gagnvart þeim í þinginu. Það myndi ekki vilja það. Nei, ekki séns, af því að þeir vita það að þeir myndu flaska á einhverju og þú veist, við myndum henda vantraustið á það, tímalust. Allir aðrar flokkar eru eitthvað sem að væri alveg velgerlegt og væri mjög áhugaverð tilraun, ef að aðstæðan þannig en ég held að það þurfi jafnvel við höfum þurft að breytast í þolinmæði fólkið sem er líka alltaf erfitt. Þú veist, en það er svo margt sem kemur inn í þetta, það er svo erfitt að segja einhvern veginn þessi flokkar og það fer allt eftir því hvernig samningurinn myndi líta út, bara eins og með allt annað. Það er við erum með okkar grunnstef sem leiður okkur áfram, þú veist, grunngildin okkar. Við erum með þessa grunnhugsun, það er sumt sem að við gætum bara aldrei útderað. Og það er til dæmis, þú veist, þessi spillingamál sem að grafa undan lýðræðinu og grafa undan þessu lími í samfélaginu okkar, sem lími samfélaginu okkar saman sem er traustið. Þannig að ég veit ekki, ég get allavega ekki sagt, já við myndum, þú veist, vera í minnihlutastjórn með þessum og þessum og þessum og þessum. Ég held að færa allt eftir því, sko, hvernig þá sá samningu myndi líta út, en ég held að það væri klárlega gott fyrir samfélagið að losna við Sjálfstæðisflokkinn frá völdum í smá tíma. Eitt af því sem Píratar komu með var svona takmörkuð þingseta. Það var hætt á þingi allir sem að byrjuðu og einhverju fleiri til. Eru þið á síðustu kjörtímabilinu? Sko þetta er eitt af því sem að þurft að svona endurhugsa því við byggumst við miklu hraðari breytingum. Nýja stjórnarskráin væri komin og þá væri þessi aðhaldstæki til staðar fyrir fólk utan þessa valdakerfis. Þannig að við þurfum að klóra okkur aðeins í hausnum sko, með það, einfallega af því að til þess að ná fram þessum breytingum til dæmis styttingu eða takmörkun á kjörtímabilum, þá sérstaklega fyrir ráðherra sem eru alveg tærri valdastöðu, að þá þurfum við til að byrja með að komast á þann stað að geta breytti. Og það eina leiðin sko í því hingað til er bara því miður þolinmæði. Þannig að svo þetta er bara líka einstaklings hvað er orðið sem ég er að leita? Þú veist þetta bara ég finn það rosalega mikið
þú veist, það þessi fræga setning hérna, vald spillir. Finnur þú að setja spill, þú veit nú í stjórnarandstöðuna eða hann á ekki vald? Nei, en ég finn fyrir því, ég finn alveg fyrir svona subtle breytingum. Þú veist, ég finn fyrir hvernig starfið hefur áhrif, alls konar, þú veist, jákvæð áhrif og neikvæð áhrif. En ég finn líka fyrir því hvað maður verður, þú veist, þetta rosalega lýjandi starf, þetta rosalega erfitt og ég get ímyndað mér hvernig það þegar þú ert búin að vera í óbúslega langan tíma inn á þingi og hún Katrín Jakobsdóttir alltaf að tala þessar málamiðlanir sem hún að gera og ég get bara ímyndað mér hvaða áhrif það hefur þegar þú ert alltaf einhvern veginn að grafa undan gildunum þínum og málamiðla þau í burtu í nafni pólitísks stöðugleika eða hvað sem þú notar til þess að réttlæta það. Þetta náttúrulega bara ekkert hollt fyrir neina manneskju að gera það. Þannig að ég rosalega vakandi fyrir þessu. Þannig að ég Það ekki að verða Katrín Jakobsdóttir. Nei, þú veist, við passað mjög mikið upp á. Ég myndi ekki, þú veist, það bara, en ég sé alveg hvernig gott, þú veist, hvernig fólk sem að brennur og með hugsjón og vill vel getur enda þarna, þú veist, Þetta svona hefðir ákveð, maður dettur inn í þetta umhverfi og það einhvern veginn ætlast til þess og hægir á ákveðin hátt. Bara fólk, sko, búið að fylgjast kannski með Alþingi í alla sína ævi, sér hvernig þetta funkar allt og svo þegar það kemur þangað, þá bara finnst því kannski eðlilegt að haga sér nákvæmlega eins og það hefur séð þingið funkar á allir sinni ævi. En það kannski bara rangt. Svo leikurinn bara svo rótin, þú veist, þingstörfin, þingleikurinn, pólitík, þetta svo rótin. Almenningur hefur ekki álitað þessu. Nei, þetta er svo rótin leikur og þegar maður kemur þarna fyrst inn, að þá maður bara eitthvað, akkur þetta svona, þetta er svo asnalegt, maður langar ekki til að taka þátt í þessu. Svo ertu búin að vera í eitthvað tíma og þú áttar þig á því að þú nærð ekki neinu, þú verður að taka þátt í þessu, annars ertu bara lame duck hérna inni skilur og getur ekki framkvæmt neitt. Þannig að svo tekur maður þátt í þessum leik, hvað áhrif hefur það á þig? Þú veist, hvað breytingar verða þér sem mannesku þegar þú ert búin að vera í þessu í langan tíma? Það er óbúslega erfitt að fylgjast með því út af því að þetta er alltaf svo lítil skref sem maður er að taka í burtu frá sjálfu sér. Já, dálítið. Og þetta er alltaf eitthvað sem að ég, þú veist, hugsa dálítið og hef áhyggjur af og ég hugsa með mér hvað maður að gera. Ég, þú veist, bara duglegur að hugleiða, þú veist, núvitund, passa svo umkringja sig af fólki sem er ekki sammála manni, það er rosalega góð staður til þess að byrja á, fólk sem er, þú veist, alveg óhrætt við að segja manni þegar maður hefur gengið við strikið eða gert eitthvað slæmt eða rámt eða, þú veist, það er opaslega hollt, ekki umkringjaði með jáfólki, þú veist, þannig að ég held að það sé svona eitt af því hollasta sem við höfum gert allavega í okkar svona þingflokki hingað til að veist, við pössum rosalega mikið upp á hvort annað og spyrjum hvort annað spurningar og sliðis og þar skiptir þetta upplýsingaflæði sem vorum að tala áðan svo miklu máli. En ef að Halldóra sem þingflokksformaður fer bara með sínar skoðunir inn á þann vettvang og bara kemur síðan tilbaka og tilkynna okkur hvernig hlutinir enduðu, að þú veist, þá verður allt eins og Halldóra er að segja, þá spillist allt. En hún er alltaf að hafa samband við okkur og segja svo staðan er svona og hvað finnst ykkur og þá finnum við önnur sjónarhorn. Og þetta er eitthvað sem við erum sko... En það þarf að breyta, þessu pólitík á ekki að vera svona. Nei. Þetta á ekki að vera svona. Þetta er algjörlega klikkað kerfi og það er eitthvað sem ég myndi líka vilja, þú veist, og ég veit að þú veist, við Píratar, við höfum rosalega mikið áhuga að gera það en aftur það er rosalega erfitt ef maður er ekki í stöðu til þess að breyta henni. Herðu. Takk fyrir að koma hingað og spjalla pólitík í smástund og til hamingju með afmælið aftur. Við sjáum svo bara eftir 10 ár. Herðu, en þátturinn er ekki búinn, þátturinn séu orðin langur. Við ætlum að fara núna til Noregs og að tékka á orkukreppunni sem að skekur Noreg og sérstaklega Suður-Noreg. Já, við höfum áhuga á orkukreppunni í Evrópu og ætlum núna aðeins að beina sjónum að nágrönnum okkar í Noregi og Eyjólfur Ármannsson, þingmaður Flokks fólksins, hann hefur búið í Noregi síðan 2011 og er staddur þar núna. Hvernig slær þessi orkukreppa norðmenn, Eyjólfur? Já, hún slær þá mjög illa og það er eiginlega krísa hérna, pólitísk krísa og líka krísa í kreppa í Norður-Noregi, þetta er svo háu raforkuverði.
og þingið var kallað saman til neyðarfundar nú í september til að ræða málið og það má segja sko að verðhækkanir í Suður-Noregi sem tengt við innri markað Evrópu, raforkumarkaðinn, að þar hefur verðið farið upp öllu valdi og það hefur verið kvart undan samkeppnismun á milli Norður-Noregs og Suður-Noregs og svo bara verðið það bara sama verð á meginlandinu. Er verðið í Suður-Noregi svimandi hátt á meðan það helst svona normal í norðurhlutanum? Já, það hefur aðeins farið að hækka en það að því að sko Norður-Noregur, svona norðurhlutur Noregs, hann ekki tengdur inn á markaðinn. Þannig að hann ekki inn á evrópska griddinu og segja það. Það það bara verið svipað á Íslandi? Já, eitthvað slíkt sko. Það eitthvað svipað verð sko. En það sem að gera sko, þeir gerðu 2 straumkafla nýlega fyrir nokkrum árum til Þýskaland sem held að vera Hollands líka og hann eykur afkastagetunar inn á Evrópu alveg gríðarlega mikið og það hefur leitt til gríðarlega verðhækkana sem í Evrópu út af ýmsum ástæðum sem þá stríði í Úkraínu og svo ekki síst líka, ég kalla að segja bara orkustefna Þýskalands. Þeir að vera að loka kólaraforkuverunum sínum og svo kjarnorkuraforkuverunum sínum og nú svo komið að við byrjum bara því að orkunotkun ESB á ári er 20.000 teravattstundir. Raforkunotkun þeirra svona 3.500 teravattstundir. Norðmenn selja 15 teravattstundir inn á markaðinn. Og allir sjá það að 15 teravattstundir inn á 20.000 teravattstundir markað ekki neitt. Ekki heldur inn á raforkumarkað sem 3.500 teravattstundir. Þannig að skiptir engu máli fyrir ESB-markaðinn en við sjáum afleiðingar hins vegar í Norður-Noregi. Og þar gríðarlega hækkanir á raforku af því að markaðurinn Áttu ekki við Suður-Noregi? Suður-Noregi. Að markaðurinn þar háður verðinu innan ESB á innri markaðurinn. Hvað er þetta mikil hækkun, Eyjólfur? Hvað verið að hækka mikið? Mörgöld hækkun, sko. Ég var ekki alveg með tölun á hreinu. Þetta 5-föld kannski eitthvað svoleiðis. Ég þori ekki alveg að fara með það, sko. Þannig að til þess á Íslandi, ef einhver ætti að bera þetta sama við sem að borga kannski 15 skall á mánuði í orku, að hann geti verið að horfa á 60-75 skall. Já, ég hef heilt hærri tölur en það, sko, en ég get bara tekið dæmi, hafa tekið með fyrirtæki Spettal í fjárfestinni sem var í NRK hérna daginn, sko, mjög þekkt svona debattprogram, þetta heiti Debatten, umræðisþáttur, hann var að ræða við hérna orkumálráðherra Noregs og þá tók hann dæmi að þetta svona auðkýfingur hér að fjárfestir, hann sagði, hann væri stjórn fyrirtæki í Suður-Noregi að þeir borgu 3 milljónir yfir raforku á ári norska krónu og það var komið 50 sko. Og hann sagði fyrirtæki 50? Já, hann nefndi að 50 frekar en 15 sko. Það var raunverulega ekkit eitthvað sko sem að hann sagði fyrirtæki gæti ekki keppt við Kínverja og Japans á þessu markaði. Þú sagði að það hefði verið neyðarfundur í Stórþinginu og þetta mikið í deglunni í umræðinu í Noregi. Hvað menn að tala að sé hægt að gera? Sko, ég sá nú Ernu Solberg og hann Störe, hann var í Arendal vikunni, alltaf svona vika svona í byrjun haustsins sem er svona pólitískur svona ráðstefna eiginlega innan Noregs, pólitíkur svoleiðis. Og þau töluðu þetta. Ég var bara mjög hissa á hvað þau voru eiginlega máttlaust. Þau voru ekki með neina skýringar á þessu. Og það er alveg rétt sem að hefur komið fram eins og hjá Spettalinn. Noregur stjórnar þessu ekki neitt. Það eru 4 einstaklingar á vesturhluta Oslo frá Acer, frá Orkustofnun Evrópu sem fylgjast með því að Norðmenn séu ekki að svindla á orkumarkað Evrópu. Þannig að þetta ekki í þeirra völdum. Þetta ef þeir samþykktu 3. orkupakkann, þá samþykkja það að þeir eru tengdir markaðnum og þeir stjórna því ekki hversu mikið þeir selja raforku yfir landamæri. Það ekki til að ákveða það. Þetta bara frjálsum vöruflutningar. Þú tókst þátt í starfi Orkan okkar hérna á Íslandi sem var á móti orkupökkum Evrópusambandsins. Þið langar að segja núna svona I told you so. Þetta það sem að gerist. Já, ég get sagt það. Þetta nákvæmlega sem að gerist. Það var alveg, maður sér það bara þegar maður skoðar raunverulega orkupakkan. Ég var nú heima 2019 í páskafrí, ég skildi aldrei að tala svona illa um fólki sem var á móti orkupakkanum, þannig ég las þingsályktunartillöguna og ég sá bara það ekkert hér og hvernig var að skrifa bara grein um þetta.
Ég sendi hann inn og var með þess að fara að laga hann eitthvað eftir og þá bara búm, beint á miðáttum Morgunblaðsins og hún vakti athygli og svo byrjaði boltinn að rúlla og ég fór að pæla meira í þessu. Og því meira sem maður hugsar þetta og sér þetta, þá sér maður þetta bara á alls ekki við Ísland. Það algjörlega kristaltært. Það var ekki samið þetta EES-samningnum, það var samið orkusamvinnu, ekki eingöngu orkusamband. Reynilega orkusamband Evrópu eiginlega til með Lissabon 2009, Lissabon Treaty. Það uppfæst á ESB sem öll ríki ESB þurfa að samþykja, en það var enginn sem samþykti okkar megin, sko. Noregur, Liechtenstein og Ísland, þeim fengi ekkert með þetta að segja. Og svo bara keyrðir orkupakkar til að búa til hann innri markað og það alltaf verið að uppfæra það raunverulega í orkupökkum. Orkustefna Evrópusambandsins er innleidd með orkupökkum. Og síðasti var svona eins konar hornsteinn að þessum innri markaði, þá kemur orkustofnun, það var samráðshópur áður og svo komið orkustofnun Evrópu og þeir með deild í orkustofnun Íslands og við lögfestum innleiddum lögum, ESB-lög sölu og raforku yfir landamæri. Við seljum ekkert yfir landamæri samt. En fólkið í Suður Noregi, það heima hjá sér og með orku sem búin til í Noregi og notar orku sem búin til í Noregi og tengist Rússlandi ekki neitt, það ekki gas sem kemur frá Rússlandi, þetta ekki rafmagnsfabrikur sem knúðar áfram á gasi eða olíu frá Rússlandi. Hvernig stendur á því að rafmagnsreikningurinn á þessu fólki hækkar því að það ekki framleiðslukostnaður á rafmagni sem notað hefur ekki hækkað neitt? Það að því að orkumarkaður Evrópu, hann svona svolítið búinn til eins og hlutabréfamarkaður heila, sem ég tel vera, þú veist, maður skoðar þetta ber saman hlutabréfamarkað og raforkumarkað, og grundvallar munur þar á. Og hver munur? Jú, það það, hlutabréfamarkaði, þá ertu að kaupa eign. Þú veist, að kaupa eign sem getur selt áður. Það grundvallar munur. Þetta neysluvara. Rafmagn neysluvara, þú kaupir enda neytandinn, hann þú notar raforkuna og þú getur ekki selt hann aftur, ekki rétt. Og markaðurinn, raforkumarkaðurinn ESB, það heilsali að selja smásala. Þannig að 2 seljendur að kaupa. Og það einhverlega ekki, þú veist að þetta bara svo leiðsland, sko, Breiðaleiðsland svo kaupa minni smásalinir. Og þeir endaverði sem borgar þetta, það neytandi sem neytir þetta, hann getur ekki selt þetta aftur sem hlutabréf. Og verðmyndunin einhverlega svona marginal prís eða jaðarverði, senasta hæsta verðið. Það setur verðið, alveg svo hlutabréf. En samt alltaf verið að selja allt. Þetta verður svo hlutabréf, getur svona sagt kannski svo hlutabréfmarkað, það alltaf verið að selja allt fyrirtækið. Raforkumarkað alltaf verið að selja þetta raforku, svo bara hverfur, hún ekki til lengur ekki. Þannig að ástandið þannig að raforkuver sem knúin áfram af gasi eða olíu frá Rússlandi, að það hækkar verðið vegna þess að það skortir olíu eða gas eða það bara verðhæra og þar með hækkar verðið á vatnsaflsvirkjunum, á vindmyllum, á sólarrafluðum, á kjarnorku sem að raunverulega kemur stríðinu í Rússlandi bara ekkert við. Nei, ekki neitt, sko. Skiptir engu máli. Það sko, hæsta verðið, það setur markaðsverðið, alveg svo hlutabréf. Þannig að þá það 1000 kall verðið og þá var öll hlutabréf mín og 1000 kall, þau myndu dempa öllum á markað. En þetta hverfur það enn notkun, sko. Það engin breyting á framleiðslukostnaðinum á rafmagninu sem notaði í suður í Noregi, en skyndilega það orðið 5, 6, 7-falt dýrara vegna þess að það dýrara að framleiða raforku með rússnesku gasi. Já. Og það raunverulega líka þannig á hlutabréfamarkaði, þá það alltaf áhættan, risk and return, áhættan að kaupa hlutabréfið, meðan þú kaupir áhættusömu fyrirtæki og þá gerur ráð fyrir hærri ávöxtun. Og svo kaupir í öðru hlutabréf, þá það lægri ávöxtun, það lægri áhætta. En hérna eiginlega áhættan, sko, ég veit eiginlega ekki alveg hvernig að reikna áhættuna inn í verði. Þetta eiginlega bara framboð eftirspurnaverð. Og þá það bara hver sem kaupir síðast ákveðnu verði, það setur markaðsverði. Og það ber þetta saman, ég finnst þessi markaðshönnun og það greinilega, þeir ætla búin að segja nú þegar, þeir komin í neyðar íhlutun á markaðin og þeir ætla sér í svona structural reform. Við sjá að þetta kerfi núna Þeir ætla að breyta setupin á markaðnum, ekki bara að henda inn peningum til þess að bjarga smásölu fyrirtækinu frá því að fara á hausinn vegna framvirkum samningu sem það gett við neytendur. Já, það eiginlega bara endur hana módeli fyrir markaðin, má segja. Þeir sjá að það bara sprungið og verði ríkur alveg upp.
og það held ég, sko, mér sýnist það, ég hef ekki spóðið þetta alveg svona fræðilega, djúpt fræðilega, en mér sýnist það að þetta sé byggt á mjög sömu teórium og á hlutabréfamarkaði. Sem að kerfi sem að menn vilja leggja af, menn vilja leggja það kerfi af núna. Já, allavega sko, þeir alltaf fara í endurskipulagningu í grunninn, structural reform, en hún hefur sagt að von Leiden að það veri gert og þjóðverðin alveg ákvæður það. Og raunverulega allt kerfi núna, markaður orkusambandsins, hann byggir á því að, sko, ég vil meina það hann að þjóna Þýskalandi og þessum stóru ríkjum. Þjóðverðir hafa byggt á því að kaupa ódýra raforku eða ódýra orku frá Rússlandi og svo þeim orkustefnuna. Og þar klárt mál að þar bara sérstaklega sjóður til að tengja jaðarsvæði. Ég man að því skoða þetta fyrir nokkrum árum, þá var Æsling þar inni. Þannig að þeir segja að það ekki viðskiptalega hægt að tengjast í jaðarsvæðum, en við getum styrkt ykkur til að tengjast í jaðarsvæðum. Og það var til þess að tengjast inn á innri markaðin. En við erum hins vegar sko að nota okkur innri markað með að selja upprunaábyrgðir. Við seljum 87% við nokkur mánuðum og þá voru að selja uppruna 87% á raforku á Íslandi á pappirum búið til úr kolum, kjarnorku. Og það að menga sko. Landsvirkjun seldi fyrir milljarði fyrra slíkar uppruna. Þannig að hvatakerfi til að fá fólk til að gera endurnýjanlega orku, en þá má segja að þýsk og frönsk fyrirtæki og belgísk að nota eða skreita sem íslensku fjöðrum og segja að okkar vara búin til úr íslenski raforku á meðan búin til úr kolum. Ég man það kom eins Belgi fyrir fram að stjórnar að mæta í fyrra og það var einstaklingur sem var með fyrirtæki sem var að framleiða vistan orku. Hann sagði, ég get ekki keppt í þetta er svo ósanngjarnt. Það hefur bara aldrei verið reynt á þetta fyrir dómi. En ég held að sko að markaðurinn sjálfur núna í Evrópu, það alveg klóst að hann alveg sprunginn sko. Og Normenn að súpa segið af því að hafa samþykkt Acer, þriðja orkupakkan, og það líka, maður sér það líka bara pólitískt, miðflokkurinn að Senterpartiet, hann mjög tapar mikið og stjórnin óvinsæl. Þannig að fólk sætti sig ekki við þetta og ég meina það var, sko á Noreg, það var upphafi síðustu aldar, eftir 1900, það voru Þjóðverjar, Frakkar og Svíar, þeir voru að ásælast vatnsföllina. Þeir voru sýst kerfisbundið að gera, að sækjast í vatnsföllina, svo ákváðu Normenn, nei, við ætlum að stjórna þessu sjálf, við ætlum að gera þetta okkar fyrir okkur, og þeim tókst að byggja fyrirtæki svo Hydro, Elkem og Yara, sem stórfyrirtæki á heimsvísu, allt ódýr orku. Og lífi norður, það sagt að eins og Spettalinn og fleiri, það bara sagt að lífi í þetta í Norður-Noregi og í Noregi, það byggir á ódýr orku. Það alveg sama í okkur. Íslensku blómabóndi getur aldrei keppt í þýska Siemens eða BMA, það bara útilokað. Og markaðurinn, þessi 15 teravattstundir sem Normenn að selja inn á markaðin, þau fara upp í 30 teravattstundir, það myndi ekki skipta neinu fyrir 3500 terawattstundar raforkumarkað, hvað þá 20.000 pluss teravatta markað, skiptir engu máli. Það skiptir eins og öllu fyrir Suður-Noregi núna. Þannig að þau bara stærðin þannig og þeir hafa núna uppgötta greinlega þessi markaðshönnun sem fór í með þriðja orkupakkanum, hann ekki að ganga upp. Nei, sem eiginlega svona sýndarmarkaður, það sem hefur verið reyna að búa til markað í framleiðslu sem eiginlega engin markaður, sko. Já, það hefur verið að keyra framleiðsluna, að vera auka framleiðsluna, svo að þetta utility eða raforkan, hún verið aukin framleiðslu á því. Og það út af það gengur að þessu leikur, en þú getur búið til sama kerfi með vatn, sko. Það ekkert mál. Menn að þú bara einhvern sem selja vatninu á kerfið og það hefur verið að selja raforku inn á kerfið, þá skiptir ekki máli, þetta alveg skiptanlega vara, skilur. Skiptir ekki máli hvort að raforkan komið kjarnorku verið eða vatnsfallið, það notkunni gera. Það eins og það ímyndalega síðan skiptir máli og við höfum selt okkar ímynd til Evrópusambandsins sem þá með þessum afleiðingum að við vorum síðast tölu sem var 87% á íslenskri raforku búin til úr kolum og kjarnorku. Heldur að Putin sé að fella orkustefnu í Evrópusambandsins? Að það leiði til þess að það ekki hægt að reka þessa stefnu áfram? Já, ég meina það en það klárlega gerist í Þýskalandi þeir að skrúa fyrir Nord Stream 1 líka og þýskur iðnaður keyrður áfram á ódýr orku.
það verksmiðjur þar sem eru framlega efni til þeim sem hefur gríðarlega áhrif á annan iðnað, hann í norð, maður ekki alveg hvað heiti, ég held þessi Siemens sem eigin eða BASF, það þú veist, þetta allt keyrt á ódýr orku. Það alveg fyrir sem alveg krísa í haust og vetur. Það menn að undirbúa sig til það núna, alveg á fullu. Hvernig það verður á endunum, það fer eftir hversu harður vetur þetta verður alveg slíkt. En Þýskaland núna í eins konar svona endurskoðun á þessu öllu saman, bæði afstöðun til Rússlands, Kína og líka orkustefnuna. Og það endurspeglast í Brussel. En við erum hlut af þessu, það það sorglega og það haldaði fram að við ráðum sjálfa að gera að koma sæstringur ekki. Það vita það allir sem skoða það var bara til heimabrúks. Og það svona svipa, við leyfum frjálsa flutning vöru eins og við höfum leyft. Og neitum svo byggja vöruflutningahafnir. Það brot á EES-samningnum. Alveg saman, við leyfum frjálsa flutningur raforku, teoretist í gegnum leiðslur, en neitum svo að gera sæstringin, og það klárt brot á prinsipinu frjálsa flutningur raforku sem vöru. Við sömdum bara aldrei þetta. Við sömdum með orku samvinnu en aldrei orku samband. Eyjólfur, takk fyrir að koma hérna við rauðaborðið. Við erum að fylgjast með orkukreppunni í Evrópu, stöldurum núna við í Noregi og þú gafst okkur ágætlega einsýn inn í það og sömuleyti málflutning ykkar í orkunni okkar. Já, takk hérlega fyrir. Takk hérlega. Takk. Herðu, þá ætlum við hérna rétt eftir augnablik að fara eiginlega á næsta bæ sem í Danmörku, þar Maríanna Friðjónsdóttir, en hún einn af þeim sem stendur fyrir undirskriftasöfnun vegna máls Erlu Bolladóttur. Þá erum við komið í sambandi við Danmörku, þar sem Maríanna Friðjónsdóttir býr. Hún byrjaði undirskriftasöfnun á change.org. Við krefjumst sýknar fyrir Erlu Bolladóttur. Vertu velkomin, Maríanna. Takk. Hvað segðum við bara fyrst, af hverju gerur þetta? Það þannig að vinkona mín sem heitir Birna Björgvinsdóttir, hún ábyrgðarmaður og upphafskona að þessari undirskriftasöfnun og mikil vinkona Erlu og hefur fylgt henni í gegnum teygt og þund í langan tíma og langaði svo til þess að vekja athygli á þessu óréttlæti og hún hafði samband við mig af því að ég náttúrulega rosalega góð í rafrænum samskiptum og annað í þeim dúr og sett upp undirskriftasöfnunina en ég hef líka fylgst með þessu máli í hartnær hálfa öld þannig að þetta mál sem að stendur mér líka nærri hjartanu því að þetta bara afskaplega mikill ljóður á þjóðinni sem slíkri. Það gerfismálið það náttúrulega í heild en áttu við að það sé sérstakur ljóður að Erla hafi ekki fengið sýknu eins og aðrir sakborningar. Já, mér finnst það mjög undarlegt. Það er náttúrulega þeir hengja sig þarna einhverjum smáatriðum sem að í sjálfu sér skiptir ekki máli þegar þetta komið á þetta stig að við erum með manneskju sem að Íslenska ríkið og þeir sem að voru í forsvari fyrir þessu máli raunverulega eyðilögðu líf hennar og í 50 ár tæp þá hefur hún þurft að berjast við það að vera þessi unglingur sem var settur í þessa aðstöðu að láta hana fremja meinsæri því að það var augljóslega gert og síðan finnst mér bara að því að bæði það hún ung varnarlaus kona og sérstaklega því að hún kona þá fær hún bara að sitja eftir og það ekkert gert í hennar máli á meðan að hægt að veita alls konar flokksbundnum sjálfstæðismönnum uppreist æru fyrir alls konar hluti. Þú talar að hún hefði verið látin fremja meinsæri. Það sem að hún var sakvöldi fyrir var að bera sök á svo kallaða klúbbmenn, voru fjórmenningar þar. Heldurðu að hún hafi borið upp sök á þessa menn eða heldurðu að lögreglan í yfirheyrslum hafi reynt að sannfæra hana að gera það? Af því að það margt sem bendir til þess að athygli lögreglunnar var farin að beinast á þessum mönnum löngu áður en að Erla var sett í gæsluvarðhald. Ég get náttúrulega ekki svara fyrir það í sjálfu sér vegna þess að þetta getgátur en ég fylgdist eins og ég segði, ég fylgdist með þessu máli, ég var að vinna á fréttastofu RÚV þegar þessi ár þegar þetta bar sem hæst og
maður komst ekki hjá því að finna fyrir því hversu mikla ákefð lögreglan og dómsmála yfirvöld lögðu í málið til þess að reyna að upplýsa það, af því að þetta var eitthvað sem að stóðum fyrir þrifum. Þeir voru náttúrulega ekki standi til þess að upplýsa svona flókin mál á þessum tíma. Það hefði ekki neina fyrirmyndir í bandarískum glæpaseríum eða norrænum. Núna í dag þá náttúrulega hafa þær alls konar tækjatól. Þannig ég held að þetta hafi bara hreinlega verið bæði shortcut fyrir lögregluyfirvöld og dómsmálayfirvöld, og svo var náttúrulega, eins og þú veist sjálfur, það voru alls konar sögusagnir á reiki í kringum þessa 4 menn sem að voru barnir sökum, og það hefur kannski líka verið partur af þessu máli að þarna var bara gripið gott tækifæri og hún notið sem verkfæri til þess að koma því til leiðar. Aðrir sakborningar hafa verið sýknaðir af öllum ákærum, en hún skilin eftir. Það náttúrulega þannig að ef að hún væri sýknuð að þá stæði eftir sökin það hver á hverju þessir menn eru settir saklausir inn í gæsluvarðhald, þessi 4. Þannig að þá þyrfti raunverulega að hefja rannsókn á því, á vinnubrögðum lögreglunnar, hvernig stóð á því að Einar Bollason og félagar, ég nefni nú Einar því að hann nú bróðir Erlu, og voru settir í gæsluvarðhald nokkra mánaða skeið. En það ekki bara allt í lagi? Ég meina, það verið að rannsaka í dag alls konar hluti sem að gerðist fyrir nokkrum áratugum, þar sem að unglingar og ungar konur og ungi kallar voru beittir alls konar harðræði og brotið á þeim lög, og ég tel að þetta sé bara eitt af þeim málum þá það hefur ekki farið fram inn á meðferðarheimili. Þá það algjörlega ljóst að það voru yfirvöld sem að brugðust, og það allt í lagi fyrir yfirvöld að taka bara á sig rögg og klára þetta, og þá kannski þarf að gera einhverja rannsókn, það getur vel verið, en það getur líka vel verið að sé bara hægt að stíga fram og segja við getum ekki leyst þetta mál og við fyrirgefum þeim sem að voru svona vondi við Erlu og annað í þeim dúri. Það ekki bara allt í lagi? En fyrsta og skrefi væri að sleppa Erlu, ekki láta hana bera þessa sök. Algjörlega, ég meina, þetta kona sem að hefur, eins og ég segi, það 50 ár hefur hún lifað í þessu fangelsi sem að hún var sett í af okkur, af fulltrúum okkar, fulltrúum ríkisvaldsins, og hún lifir með ónýtt líf, og það bara, sko, við sem manneskjur við að skammast okkar og bara koma því til leiðar að réttlætin á að sigra. Herðu Maríanna, ég þakka þér fyrir að staldra hérna við segjum frá þessu á samstöðun.is og látum þá fylgja með slóðina fyrir þá sem að vilja skrifa undir kröfuna. Við krefjumst sýknunar fyrir Erlu Bolladóttur. Já, takk fyrir það. Og ég langar til þess að bæta við að sem sagt undirskriftarsöfnunin, við viljum helst ná 25.000 nöfnum, og síðan verður listin afhentur Katrínu Jakobsdóttur, og í versta falli þá verður farið með þennan lista til Mannréttindadómstólsins og reynt að klára þetta mál þar. En mér finnst það nú allt í lagi að íslenska ríkisstjórnin og ríkið sleppi því skrefi, vegna þess að það hafa nú verið svo margir hluti þar sem ekki hafa verið ríkinu til sóma. Herru, við hvetjum ykkur bara áfram í ykkar baráttu og ég þakka aftur fyrir. Þetta verður síðasti hlutinn af Rauðaborðinu í kvöld. Rauðaborðið verður aftur hérna á morgun klukkan 8. Þá verður enn fjölbreytilegra efni heldur var núna. Þið sem að viljið hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna, ég bið ykkur aftur þann greiða að læka síður samstöðuna bæði á YouTube og Facebook, kíkja inn á samstöðun.is, þar erum við búin að opna fréttahluta, þar sem þið getið lesið fréttir og fleira. Þið sem að viljið gerast eins konar áskrifundur, getið gengið inn í Alþýðufélagið og borga þar andvirðið 2 kaffibolla eða svo til þess að hjálpa til við að byggja upp samstöðuna. Þið finnið það inn á samstöðun.is. En að öðru leyti þá segi ég bara góða nótt.